Föstudagurinn 10. október og FN95 Blöður hafði göngu sína á þessum. Ég ætla að segja bara alvöru föstudegi. Robbi mættur þetta fyrst á kælirinn okkar. Jesus Christ. Good light kælirinn að verða tróðfullur. Það er landsleikur, já bara einn stærsti landsleikur Íslands í langan tíma. Já. Allavega uppselt í fyrsta sinni í langan tíma. Og þetta eru 3 í gír. Já. Ég var spurður fyrir 14 ára síðan, haldið í alvörinu þið getur bara verið í gír á hverjum einasta föstudegi í 14 ára. Ég sagði já, watch us. Og við erum í gír. Við erum í gír á hverjum degi, sko. Þetta er reyndar, það er svona, við höfum oft sagt hlustum það er mismunað, svona mikill gír í okkur, en ég finn einhvern veginn drengir, það er ekki oft sem að maður er vel peppaði fyrir landsleikjarlíðinu, en ef þú heldur með Manchester United og Ísland í séns að þá eru það eiginlega bara skemmtilegustu helgarnar. Sko málið er að ég er líka ekstra peppaði drengir þegar ég er á leiðin í blöðþrennuna sem er svakalegasta þrenna á all time. Hvað er blöðþrennan? Það er hérna American Bar. Já, þú þarf að taka landsleikinn þar. 3 logos í matinn. Já. Og líklegast Partners. Ég er blöðtvennan. Ef þú endar í Partners þá er þetta þrennan. Já, ég veit það. Það er svo erfitt. Hvað er það í Partners? Nei, ég fer ekki til Partners. Ég með hugsa ekki. Ég sé það ekki gerast. En kannski, ég meina, ég mun rekast á þig á American Bar. Ég er ekki að fara í þrennuna, ég er ekki að fara 3 logos, en ég ætla að taka leikinn á American Bar á eftir. Það er ekki á 3 logos? Það er ekki að næra þig? Jú, en ég er bara búin að borða. Ég fyrst svo ofta 3 logos. Ég veit, þú ert svolítið þar. Þetta er vanafastur maður. Lexi veit að ef ég fer eitthvað út að borða þá er ég oftast þar. En ég ætla að pröfa eitthvað nýtt. Gaman að pröfa eitthvað nýtt. Þetta er virt þrenna í samfélaginu. Ég veit að fólk sko hinur og þessir taka þessa þrennu. Kanntu Partners? Já, ég spila með þér. Já, alveg rétt, þú ert hræðilegur. Nei, ég bara var þú gleymir alltaf, þú hugsar bara um þig. Þú þarft að fylgjast með partnernum. Þetta spila heitir Partners, ekki single. Ég ætla að vera alveg hreinskilur þig. Ég hef spilað Partners einu sinni með þér. Þú varst hræðilegur. Og það var klukkan 4 nótt og ég var að læra spilið. Þannig að það er alltaf kemur ekkert óvart að ég hef ekki alveg vita hvað að gera sko. Er eitthvað verra en þegar þú ert komin vel í glas og það er eitthvað að kenna þig nýtt spil? Nei, það er ólöglegt að gera. Það er ekkert eðlilega óþægilegt. Við vorum daginn með einhverjum voruðáttur. Það var að reyna að kenna okkur eitthvað. Hafið spilað 4 Kings eða eitthvað, einhver djöfulinn. Það var að reyna að kenna hérna mér og Rakel og maður komin svona vel í það. Þá bara get ég ekki, ég er mikill spilamaður. En ég átti ekki, thank you for your service Robbi. Takk Robbi. Hann er búin að fylla hérna á kælirinn og ef Andri forstjóri Ölgerinn að hlusta, pay raise. Það er bara svo þess. Hann á skilið. Það er nóg til hann að skrúa brosti til okkar. Robbi á alveg launum. En ég er alveg sammála þessu. Ef þú ert sko með fólki, segjum þú sett í bústað eða eitthvað svona, bara heima hjá einhverju, það er fullt af fólki, þá getur ekkert verið að fara að kenna fólki nýtt spil. Nei, ég hef alltaf passað upp á það sem mikill spila maður og með þess að stundum ég það mikil spila maður, ég verið kallað að spila fíkill. Þú ert það náttúrulega að þá er best að kenna daginn og spila svo kvöldi. Nú er ég að hjálpa fólki sem er á leiðinni í bústað, kannski fullt af fólki á leiðinni í bústað núna. En blöð, ertu ruglaður? Hvað meinar þú? Ef við heldur að fólk sé að hittast í hádeginu á laugardegi að læra eitthvað spil, að hittast í bústað, því sofa þau saman. Já, ég skil, ertu að tala um það? Ég er að tala um bara, það er kannski verið að henda í einhvern brönns eða eitthvað. Herði, já, ef við spilum í kvöld, spilið er svona. Áður en allir verða fullir. Já, ég skil. Ég held að vera að tala um að hittast kannski á miðvikudegi í hádeginu og já, við erum bara með sýnikenslu og svo hittust við á laugardaginn. Þetta er ekki britt, sko. Þetta er bara, sko, Partners er lúdó. Spilmega heldur ekki verið oflókið. Getur satt mér á 15 sekundum hvað Partners snýst Þetta er bara lúdó, þú ætlar að koma köllunum heim og hinn er raun að drepa það. Þetta er ekki flóknara nema þú ert með öðrum í lið. En þú setur einhverja gildrur og já, bara þú ert að reyna að drepa og veist, ef ég sé til dæmis í upphafi hvers rounds að þá draga allir eitt spil og ég sé kannski að ég er með Steinda í liði og hann er 4 reytum frá þér þá rétti honum fjarkan því þá getur hann drepið. Já, því að þú snýst þetta bara um að fara þú hugsaði alltaf bara um sjálfa þig í þessu. Nei, ég var bara þetta er Partners. Þú ert ekki góður í þessu leik. Spilið heitir Partners. Ég spilaði þetta klukkan 3:30. Áða var það 4. Endur þetta í 3. Nei, ég var að spila þetta með nótt. En myndi eitthvað spil ég spila mest í gegnum tíðina? Rúllettu. Já, fyrir utan það kannski. Það sem ég spilaði mest af öllu var Risk. Risk er geggjað spil. Ég spilaði svo mikið Risk. Bara Catan og Risk og þetta það eru alvöru spil. Það voru bara sko, bara eins og helgar og svona. Þá er ég að tala um líka alveg bara því þetta var ekki bara eitthvað því ég var úlingur. Þetta var bara eftir tvítur. Sem úlingur var ég í Risk og ég var í ADOD og ég er alvöru spilalúði sko. Já, og Egil er hins vegar engin svona lúði. Ég var svolítið að spila
þetta, ég held En alltaf núna ef við erum einhvers staðar þá ertu alltaf Já, ég er ekki mikið, þú veist, En þú veist hvað þegar ég var kid, þá var ég svolítið að spila. Nú er ég einhvern veginn bara ekki, ég hoppa ekki til hæðinina ef þið segið, hörðu, og fara í kvöld og spila. Nei Þú veist fyrir ekki að sitja og töða eins og kalla Já, ég ætlum miklu meira fyrir að sitja bara Sitja okkur röfla torgi, það er sunshine og það er Sitja kaldur torgi, bjór. já við búum á Íslandi En við því miður. þrýr Hvað ætlar að fara á torgi hérna? Nei, það er bara Það er ekki boðið. torgið það En við þrýr ættum að spila risk að Þetta er kalla vinaslitaspilið Og þar kemur í ljós hversu góð vinátt okkar er Af því að þetta er í rauninni virkar þetta bara þannig að þetta bara snýst að Já, hún hefur tórað síðustu 14 ára Já, alltaf. og nærði yfir heiminum eða fer í missjóni Þannig að þetta er alltaf svona okkur blöð Ef þú ræðst ekki á mig núna Ég sverða upp á allt Ég ræðst ekki á þig heldur í næsta randi Og svíka Já, Þannig fjall, þetta snýst að reyna að ná Svona spil henta sölublöð ágætlega sko. Já, þú getur verið rosalegur Ég var ágættur fyrir risk að reyna að selja mönnum herri ég læti þið fyrir þið sko. En drengir, risa landsleikur Ísland, Úkraína Hvað, sko, samkvæmt the bookies að þá eru við ekki favorites Samt líður manni þannig, það er einhvern veginn svona Samt á heimavelli íslensku Alvöru íslenskt veður Gull Áksson er komin í gang Er það ekki, what a man, bara Ætlar eftir með bettan kláran Landslið Ég þarf vel að fara að gera Lítur vel út Já, ef við klárum þennan leik í kvöld þá fær hann gamla liðin sinn næsta föstudag Það er bara Mikael Nikolásson sérfræðingur eða King Mike eins og kallar koma kl. 17:30 og segja okkur hvernig þessi leikur fer sem er helviti næs Hann ætlar að fara aðeins yfir þetta með okkur og smá útskýra fyrir okkur hversu mikilvæg leikur þetta er og Hann mun örugglega þrítryggja sig ef ég þekki hann rétt Það er langt síðan Það er ekki fyrsta sem hann myndi gera það þess að velta steinu með hvernig það fer þetta er allavega ég þekki mikið af fólki sem er byrjað að vöka sig og er að fara á völlin Er ekki allir Það verður að alveg stemning. kíkja ekki allir á bjöllin á Ölver og Þetta er bara Rösti. Já, ég veist það er auðvitað stappað hjá hann núna sko. Já, en svo veit ég líka að það verður stappað í Keiluhöllinni hérna, það er búið að panta borð þar þetta verður út allt, Amerikan bara Keiluhöllinni ég held að þeir, það eru uppselt á völlin Já Ég held að verður svona alvöru þetta mun minna á svona 2016 stemningunni í kvöld Það eru allir að fara að horfa á hana leik Já Og ef við vinnum hann þá erum við bara í fínum málum Já, C-Joe er líka, hann er búin að skrúa verði vel niður þarna og keiri fólk alltaf sjálfur í bæinn 500 kall light hjá C.J. sko. Ekki ljúa samt Það kemur ekki orð að væri svona 150 krónur bjórin og Jói keiri sjálfur eðlilega ódýran bjór á krann Keiluhöllinni kann þetta C.J. er að fara á völl Auðvitað Hann er að VIP Ég ekki með það Við erum enginn okkur að fara Þú veist að við horfum á hann og fáum okkur light beer og grillum og Veit þið hver er að fara? Hvern? Steindi Senior Auðvitað Hann fer á Styðja sína menn Nei, veistu hvað? Hann og sýsti mín Þau fara á alla leiki Mamma nennur þess ekki Nei En Senior En hvað okkur fer ekki með kallin? Já, hann ringdi í mig Hann er frá Amerika, ég er að kaupa miða og hann er allt í gangi og eitthvað svona og hérna, maður veit aldrei hann kefti þetta náttúrulega fyrir svona hálfu ára hann kefti sko, hann kefti svona ársmiða hann fyrir á alla leiki En voru við ekki búin að lofa 12 að vera með þig? Jú, ég meina 12 þarf að greiða bara ef að 12 er að hlusta, afsakið Já, við erum ekki við það En Svanþór Einarsson fasteignarsali Hann fer á leikin, já Og hann er svona eins og pappi minn, hann har pottitt ársmiða á völlin hann fer á alla svona Bara alvöru stuðningsmenn Já Það verður að gefa þeim það En sko, það er ekki bara King Mike sem er á leiðinni til okkar Því að við erum með klefa Já. Og þetta er sami klefa ekki sami, en sami dagskrárliður sama konsept og var síðasta föstudag og við köllum hérna nýja lið bókasafni Þá ringjum við í bókasafn og núna í síðustu viku var Sveppi búin að búa til titla fyrir Steinda og hann fyrst að reyna að byggja þessa bækur og útskýra hvað er fjallum Ég fekk að dæli nöfnu núna á bókum sem að Steindi var að reyna að byggja á bókasafni Já, þetta er ekkert eðla erfið bókgeðuslega skemmtileg Sko blöð vildi að ég myndi byggja bókina hérna, hvað var það? Mús hérna ég maður þetta ekki það var þetta Tæri Klofi var ein bók þetta var virkilega þetta er erfiðu klefi sko já en ég hafði mjög gaman já ég líka við kennum það við erum með spurningkefni Gilsannars hvað erum við að vinna með það í dag er það King of landslið King of Patriot nei King of being sexy og þarna ég veit hvað þú hugsið hvernig hefur þetta farið svona in the past Höfðu þið keppt í þessu áður? Hvernig heldar skorið? Það er það sem er grillað í þessu Ég hef bara ekki verið með King of being sexy
Nei, þú ert búin að vera, þetta er allt sami skítur. Ég er búin að rannsaka þetta allan dag. Ég sagði bara, hvernig, hef ég ekki verið með þetta áður? Rannsaka þetta? Ég næði þess ekki. Þetta er alltaf ræðilegt, það var þetta svona 7-8 skipt sem þessi keppni. En er þetta titill sem við erum eitthvað að eldast í? Ég er alveg til í að vinna þennan. Viltu ekki vera sexy? Ég ætla að reyna að ná því steg hérna, vera King of Sexy hérna í FNF. Ég var með King of Being a Horny bóðum daginn, sko. Ég er að segja, við erum fertugur á FM, við erum kannski seint sexy, sko. Þú ert mjög sexy. Það er bara ekkert að útlitið. Ég dekka með sexy, hann er 14 ára eldri en þú, sko. Hver vann King of Horny Boy? Það er ekkert eðlilega góð spurning, það rennur allt, sko. Ég man það hafa ég. Er það? Steindi vann. Já, hörðu, 3-2. Það kemur ekki á Vel gert, maður. Hlöfis að líka Gjörðu það vel gert. Hann vildi bara að myndi segja þetta. Ég myndi það ekki. Nei, ég menna. Ég get ekki munið allt hérna. Þetta er líka marga, þú veist, spurningin hefur verið spólgraður baðvörður, sko. Það var alveg gefið punktur á skóni. Það er veit fyrir blöð kannski að fá punktar. Þú varst bara þessi baðvörður. Er ekki sundlu á króknum það? Auðvitað sundlu á króknum. Það er bara einn besta laug landsins núna. Það er búið að taka henni í gegn, sko. Það er konar rennibrautir og Nei, þetta er ekki krakkasvæði, sko. Þetta er bara alvöru sundlaug. Hvað meinur þið? Er ekki rennibrautir? Það verður að vera rennibraut í sundlaug. Varstu bara í bakaríinu? Ég vann aldrei í sundlauginni, nei. Nei, menn það er búið að taka henni í gegn. Dauðafæri fyrir það að vinna þar. Ég var með þess að hræðilegur í sundi. Ég er mjög lélugur sundmann. Það er eitthvað svo fyndið, sko, að þú opnar sundlaug og þú ert að fara að grafa einhverja ógeðslega stóra hólu og fylla hana af lögnum og vatni og þetta er ógeðslega mikið vesen, myndi ég halda. Akkur ekki að kaupa þá einhverja rennibraut úr plasti? Það er ekki svo það sé stóri kostnaður. Ég get ekki séð það. Reyndar núna þegar ég fyrir með drengina mína í sund, þá er það bara hvað eru bestu rennubröðinu, sko. Já, það eru góður í Mosó. Ég hef aldrei farið í Mosó. Lágversluðinu góðu. Já, ok, við erum að tjekka á henni. Við erum líka með Kvorikar sem við fáum lánað úr blökkastinu. Og svo erum við með hvað stendur hérna, Steindi? Ég skil ekki, hvort myndur kass? Nei, hvað skrifar það? Já, hvort myndur kass er held ég rétt bara. Sem þýðir hvort myndur kass, þetta er blanda myndur fyrir cash og hvort myndur frekar. Þetta er hybrid. Ég skilði, þannig að þú veist að tvista þessu saman. Já, it's a twist. Það er eitthvað nýtt. Það er eitthvað púk í mér, þannig að ég ákvað að hendi í það. Ok, ekkert íslensk lúður? Nei, ekkert núna í dag. En það kemur kannski í næsta hætti. Það er náttúrulega mikið að gerast í töfrasirni. Mér þú ekki fara að taka það eitthvað taka 30 ára pásu. Nei. Það var að fá það áfram að það er búið skemmtilegt. Það er búið að vera mikið að gerast, sko. Það er náttúrulega allt í gangi. Hann er komin heim, náttúrulega Goggi Leonardo og þú veist, þetta er alltaf sjóð upp úr. Já, hann við fáum kannski ykkur fréttir í næstu viku bara. Jólatörnin að byrja, allir með sýningar og allt að gerast. Ég heyrði nú bara auglist daginn, það er eitthvað töfrasýning. Já. Hérna, ég er heyrðið oft í útvarpinu, það er eitthvað erlendu töframæður held ég að koma til lands. Töfrar eru bara með comeback, þetta er they're so hot right now. Ég svo í bingo daginn, djúvill var það mikið high quality entertainment. Já, þeir voru bingo, djúvill voru það góðið maður. Já, þeir voru æðislega. Þeir voru víðis og eina einstaki. Já, og talandi blökkastið að við erum tilkynntar í blökkastinu að það verður besta jóladagatal allra tíma verður í blökkastinu núna í desember. Það verður 24 rauka þættir. Já. Og já, það verður komið nýr bjór í okkur einasta degi. Við erum að fara að drekka 24 bjóra í einu sessjónu. Við hefum ekkert útskýrt það koncept hérna. Nei. Erum við að segja þetta í fyrst skiptið þetta? Í FNÍ blöði, já, við vorum búin að útskýra þetta í blöggastinu. Já, við erum aðeins að útskýra betur. Já, þetta verða sem sagt 24 þættir. Við tökum þá alla upp á sama degi sem er bara núna eftir eitthvað 10 eða 13 daga sem er stór hættulegt. Þetta verður svona tími, ég myndi segja, hver einasti eftir jóladagatal og jóladagatal er alltaf munið ekki eftir hérna bakarinn í Bethlehem og öllu þessum þáttum. Þetta verður mjög ólíkt því. Já, þetta er mjög ólíkt því, en ég er að segja að þetta er alltaf bara 5-10 minna langi þættir. Já. Þannig að þetta er bara sama koncept, þetta eru stutti þættir. Og sko 3. DS þá erum við búin með 3 bjóra, 11. DS erum við búin með 11 bjóra, 18. DS erum við búin með 18 bjóra og 24. DS verðum við búin með 24 bjóra í einu sessjónu. Þetta er tekið upp á svona 4 tímum. Sko ég held að allt eftir svona 10. DS verður þetta svo mikil þvæla. Fyrir eiginlega. Ég gerir mig grein fyrir the entertainment fyrir fólk sem er að horfa að sjá okkur félagarnar og konu með 15 bjóri í okkur 2,5 klukkutíma og verður fólk mætti spjall sko. En sko ég kvíði þessu bara svo ég sé að fara bara í próf í bara samræðu próf. Ég er bara með magaverk yfir það er líka þannig tempo í bjórunum. Ég líka Egill. Við getum drepist. Þú ert ekki alveg sami tankurinn á við Steindi.
Sko kannski bara orðnum En málið, þetta er eftir norskri fyrirmynd. Það eru grínhópar að gera það. Það eru meistrar sem gera það Og líka í Danmörku Og líka í Danmörku Og þessi blöðsánda, þetta eru auðmingar sem er heima þar Við hljótum að geta það Já, við klárum þetta En ég er að segja, þú veist, ímyndu ykkur samstrákar að þetta byrjar, að það sem er skemmtilegast að við þetta er að settið, segjum að þú veist, við erum í settinu núna svo kannski kemur ykkur gestur, Dóri eða Hjöppi eða Rikki eða Fossetin, hver veit, við erum að fara að klára að bóka gesti og svona er að settið heldur þannig að Já, það var búið að hella niður eitthvað þetta verður orðið ógæst til lókin fjórða des og við erum að baka köku pipakökur og við erum að fara yfir stöðuna og drekka bjórum með 4 og með einhvern gest allt fyrir eitthvað rugl það bannaði að þrýfa Þetta verður allt tekið upp á einum degi Já, ekki þrýfa Nei, þannig að næsti dagur Þá er þetta bara allt eins Stóni er brussa Við erum að fara að vera Og hellir niður, má ekki þar ég að horfa á það við mögum alveg við mögum þurrka upp Brussa? Það er bara helviti gott orðið Ég bara heyrði Brussa Ég hef ekki heyrt þetta orð síðan bara frá ömmu minni bara fyrir svona 15 árum eða eitthvað En ég bara segja Brussa Þetta er reynda svolítið gammalt En mér finnst að lýsa það Þú vart alveg nett brussa How do you fellow opposite Þetta hefur verið stig En nei, ég myndi að það er bara 24. desember Já, það er þetta orðið helviti Ég held að Shabby Það munur hlakki fólki bara Getur þið fengið eðlilegt fólkispjall Þegar svona fyrstu 15 bjórnir að fara í okkur Já, við munum Og þegar fossetin dettur inn og veist, það lið getur það getur verið fyrstu 4 þáttunum Rikki G og virðulegu gestir þau verður að koma snemma En svo er þetta ekkert bara gestir Við verðum með fullt af þrautum og erum að vera að gefa jólagjafir og Steindi og ammali 9. þurfum á 9. bjór og þá þurfum að gefa honum ammaliskjöf Hvað langar í ammaliskjöf? Já, hann er aldrei að fara að fá það sem hann langar í Það er engar á ykkur Það skilur ekki máli hvað segir Það gefur samt eitthvað fallegt eða ekki En já, þið fylgjast með þessu Þetta verður allan desember frá 1. til 24. Það verður skrítið Í blöðkastinu, já, og ég er orðin vel peppaði fyrir þessu Það er búið að negla þetta allt stúdíu Það verður að tekna þetta allt upp Þannig að þetta er, já, bara það var staðfest í dag að Þetta verður að vera líka Ég er ekkert eðlilega peppaði fyrir þessu Þetta verður stemming Það er komið trafík í Laugardalinn Hvað, það er 2,5 í leik Já, það er álfur gír komið í Þetta er ekki bara við drengir, við finnum þegar það er gír í þjóðfélaginu og það er gír í þjóðfélaginu núna og ég get lofa eitthvað því að það verður gír í Sjallanum 13. desember, miðasala er ekki hafin en það er orðið staðfest líka að jólaball F95 Blöð verður 13. desember í Sjallanum og já, þar verður þetta lag tekið Tónlistarstöðin FM 957 Já, við veitum öll hver er svo besti og Það er lungin með pensilinstundum Já, það er orðið gott viður staðfest að jólaballi verður 13. des í Sjallanum miðasala hefst í nóvember og það mun ekkert fara fram hjá ykkur kæru hlustendur Þetta er eiginlega, þetta er svona eina sem er jú, við verðum á þjóðhátíð helviti oft en þetta er svona núna eina sem er fast hjá okkur Já, og það er líka svo gaman að gík í Sjallanum að því að það myndar svo mikil 8 mile já, líka svo þessi 8 mile stemning þetta er svona smá grifja þú veist út með sviðið þú ert alveg í krátinu og það er líka efri hæðið og þetta er alltaf að gerast þarna sko. Þetta verður veistla eins og undanfærin ár kæru hlustendur en ég er með slúður handa ykkur drengir og ég er spáð að byrja pakkan á þetta er samt svo ógeðislega ómerkjari slúður en Victoria Beckham það var sem sagt hún var að fá sína eigin þætti á Netflix svona eins og David Beckham þar sem að hún var að fara svona yfir þetta hljómaði krassandi bara hvernig þau eru saman í rúminu David Beckham og Victoria Beckham ég bjóst við að lesa kannski eitthvað hann var í geggjar á hlið og eitthvað en það er ekki alveg það sem hún er að fara yfir Hvað fór hún yfir? Hann hrítur rosalega hann David Beckham hefur alltaf gert Ég tengi við það Hann er mjög myndalug, mjög klár, mjög farsæll og er rosalega fyndinn en hann hrítur ekkert eðlilega segir Victoria Beckham Hann er í toppstandi Þá pínur svona eins og að vera að lýsa Steinda farsæll, myndalugur, fyndinn hrítur Hann er góð standi líka og hrítur En kannski ekki alveg í David Beckham standi Mér finnst hlutabrefin hafa lækkað í fjölskyldunni Vistu hvað Ekki í degi, já, út af þessu rifrildi með ömmu augun hann á hnakkanum og það hann er að íðilegja fjölskyldunum augun á hnakkan og allir sko eru þau ekki bara glöð? Akkur þarf að vera alltaf í þessu headline chasing endalust Já, sko, hann er náttúrulega þau eru moldrík sko. Já, ég veit það alveg Ég veit það þeim vantar ekkert eða neitt svo leys ég skil bara ekki alveg akkur
Akkur þetta kapplöp í því headlines alltaf dag eftir dag, ég er ekki alveg Þú nennir því ekki Nefnist spes, ég meina það er fullt að liði sem er jafn frækt og þau sem er ekki alltaf að chase headlines sko. Nei, en svo er líka í þessu sko að hún hrósaði Brooklyn Beckham í ræðu sinna frumsýningunni og hér er verið að tala á nokkrum síðum að það sé hún að svona olive brand hún er svona að reyna að ná sáttum við svon sinn með þessu sem er spáði bara ef að mamma mín ok, ég er reynda að pínu sammálaði núna stendi það er verið að hendi ykkur að þætti á Netflix og eitthvað, þau eru molduð en kannski vilja bara stay relevant ég veit ekki auðvitað er það en bara ef ég seti þetta yfir á Ísland að mamma mín væri með frumsýningu á einhverjum þáttum og væri svona að reyna að ná sáttum við dæju systir eitthvað með hrósin eða einhverju frumsýningu þetta væri vont já, þetta er bara hræðilegt dæmi mamma hérna bara eitthvað stær í hvað heitir bíó Bíóparadís að sína hérna Hatti mitt alvöru líf hætti á flugfélaginu og segir herru dæja systir Þú veist, þetta er bara orðið óþægilegt ég veit ekki hvort það sé gull læt að tala en ég er alveg sammálaður hlutabréfin að lækka já, þau eru að lækka af því að þú veist, málið er það þegar þú ert að chasea headlines dag eftir dag það reyndi að vera cloud chaser var annað að vera headline chaser þessi séri heiti bara Victoria alltaf að vera cloud chaser já, ég er ekkert að tala um þess að séri ég hef ekkert séð hana og hún er kannski bara frábær sko ég meira að tala um headline chaser sko það er að gera daglega þá lækka hlutabrið hún er reyndar, ok, þá ætla ég samt líka að taka upp hanskan ég er að verða eins og þú, ég bara skipta skoðin á 10 sekundum festi hún er bara að gefa út þætti það sem ég var að tala um auðvitað að koma headlines úr því hún er bara að gera út heimildaþætti hún er að koma með svona hún er að pussa en hún er ekkert alltaf að þessu en takk ég samt eftir það þegar myndin er búin þessi þættinir þegar búið að markasetja þeir eru bara farnir, komnir út og búnir þá kemur eitthvað nýtt sko nei, þegar ég hugsa þau er ekkert eina sem hefur verið bara svona í fjölmjölum núna er út af þessu bífi við svonir ég held að þau alveg ekkert vilja að það færi í blöðin sko. Nei, og svo kannski líka sko, hlutabrinu ekki lækið við tekit allt tilbaka það getur verið að hækka sko, máli er að líka ef þú ert með eitthvað ræðu í Bíóparadís að sína eitthvað ég var að tala um ef að mamma væri með já, ég er að segja það, ef mamma væri með ræðu þig og alla í Bíóparadís þá náttúrulega er hún bara ekkert kannski að ganga út frá því að allt verið pikkað upp Nei, utan það ég veit það, ég er ekki hlutabrif Jó, ég held reyndir alveg að þau vit en sko hlutabrifinu ekki að læka þau fóru upp aftur hvort við þau setja að vera sell, stronghold eða buy stronghold stronghold í Beckham-fjölskyldunni sammála þar herðu, talandi um mömmur að þá var Justin Bieber loksins að svara mömmu sinni því að móðursöngurans Justin Bieber Patti Mallette maður hefur aldrei heyrt um hana deildi því á Instagram núna 22. september að hún var í stöðut að hvetja og biðja fyrir syni sinni sem er 31 árs í fæslunni er fjöldi mynd af Bieber ásamt löngum trúalum texta og ég lýsi við frelsi, styrk, skýrleika og heilun fyrir því Justin var byrjun á textanum og þannig að hún hefur áhyggjur af okkar manni og hann var vist loksins að svarinni núna hefði þetta ekki getað verið símtal fyrir eitthvað en opinberleg samskipti þau greinlega eru ekki að heyrast með þetta því að 2 vikum eftir hún sett inn fæsluna svaraði Bieberinn loksins í fæslu og það sem hann skrifaði ég þarf lækningu við að upprúlla litla táin mín spili borðtennis hann er í keislu já, herru, hann er bara núna ég held að sjá Írlandi eða Skotlandi bara á alvöru bendir hérna bara með liðinu sem er sorglegt því að svo sá ég líka einhver vídjóna sem var að spila á píanó inn á einhver hótel þessi gaur er ekkert eðlilega hæfileikar ykkur ég veit að hann er séni hann auðvitað og hann er hérna algjörlega og er bara geggjaður og við náttúrulega erum Beliebers, er ekki kallað það? Við erum team Justin en svo er bara hvað hann er komin í þú veist, hann er búin að vera alast upp í svo miklu ruggli maður finnur bara einhvern veginn meira sem pappans, maður ekki þegar kom einhver mynd á hann hann var eitthvað að lappa ykkur stáð á til hannum pappans? Nei, Bieberinn og í staðin fyrir að vera eitthvað pappans að heyri hann og kommenta pappans Jesus, what do you feed that thing maður stætti, maður er bara hvað er að gerast í þessu hann kommentaði það pappans kommentaði þetta undir það var hans stöðningur við þessari mynd sem lag það er potið verið umbósmaður pappans
pappa hans Já, ok. Það er allt saman svo Hei, við erum í spes seniorinn og geta blöð. Við getum ekki verið að kasta steinum hérna. Nei, ég meina ég er að segja þeir myndir nú samt ekki einu sinni fara Nei, ég held að ef það veri mynda mér á tippinu, þá myndi pabbi minn aldrei séð undir. Hvað er það að gefa þess að borða? Hann myndir örugglega bara hringi í þig og segja Leiðilegt bara með- ömurlegt með þetta Já, bara leiðilegt með þessa mynd. Já, bara ömulegt með þetta en þetta er allt saman mjög skriði Og talandi Justin Bieber, þá ætla ég enda slúðupakkan á hans fyrrverandi, Selena Gomez. Hún var að gifta sig daginn eins og ég kom inn á hér í slúðrundu fyrir einhverjum, vikum síðan. Þú ert alltaf með sama fólki í þessu Þetta er náttúrulega bara, ég fer bara eftir hvað er heitt. Alltaf Steinþór. Gomez, Þetta er heitt slúður. Bieber Ég fer inn á alla síður, ég sé hvað er heitt. Þú ert Hvað ætlar að fara að rakka niður slúðupakkan Nei. eftir 14 ára? Nei, þetta er frábærs pakki núna Já. En ég er að segja, þú ætti að googla nöfn Svo þú hugsaði svona, hvað var þeim þennan maður? Nei, Það ég googla. bara hef haldið formúli hérna. Ég er vanafastur maður, ég kem með heitasta slúðri. En það er mikill hiti á Selena Gomez núna. Því að hún bauð ekki bestu vinkonu sinni í brúðkaupi sitt sem gaf henni nýra fyrir ekki svo langur síðan. Fekk hún ekki boð? Árið 2017. Það er skellur Og Francia Reisa, já, hún heitir Francia Reisa, hefur verið besta vinkona Selena Gomez í mörg ár. Það góða vinkonur árið 2017 gaf hún henni nýra. Þú ert bara með tvö þannig Bara og þú kidney. Þú þarft að vera með nýra og Já. bara með tvö Hún gaf henni hitt. Já, það er rosalegt að gefa nýra Spólaðu 8 ár fram í tíman, henn er ekki boðið í brúðkaup hennar. Það er ekki hægt sko Það er rosalega Þá myndi blöð láta heyri sig. Ég myndi vilja fá það tilbaka Ég myndi segja bara, herru, skilaðu nýran Ég myndi alveg að gera Ég var bara, herru, hvað er í gangi? Það ætlar ekki að bjóða mér í brúkusi Hvað er nýra? Ég bjargaði lífið þínu Komdu bara með það Ég held ángrísi, ég myndi gefa þér nýra mitt stundum, drekki bjóða mér í brúðkaupið, ég myndi berja þig. Já, nei, þú veist, þú myndir vilja taka tilbaka Já, það er náttúrulega ekki hægt. Ég myndi ekki nenna þeirri aðgerð aftur. Nei, þú myndir ekki framkama það sjálfur, sko Nei, ég myndi ekki nenna að liggja þarna og láta svæfa mig og fá nýrað aftur. Nei, já, ég skilji En svo meiris að í brúðkaupinu þá tala hann að Taylor Swift, hún var svo rosalega honored að Taylor Swift sem er hennar langbesta vinkona, segir hún, hafi gefið sér tíma og mætti brúðkaupið sitt, en hún myndist ekki á þessa vinkonu sína og Selena Gomez er að fá alvöru skít á netinu fyrir að hafa ekki boðið Francia Reisa í brúðkaupið sitt. Já, ef þetta er satt, þá er þetta galið Þetta er satt, þetta er bara staðfest. Hún var að segja slúður síðan Bara Nei, það blöður var ekki við- með eitthvað fake news í slúður Það var viðtal við píuna. Já, mennar, já Hún var ekki í brúðkaupinu. Það er svart Það er skellur. En það heldur að hafi skvest eitthvað upp á vinskapinu Skvest Ég veit ekki hvort það er skvest eitthvað upp á vinskapin. Maður segir það Það er aldrei að vita. En Kannski. skuldum auglýsingar. Ég ætla að vona að skvessist ekki á vinskap okkar hér í FNÍFM blöð. Varstu ég sagði success Já, nei, já, success maður. Success Þetta Sussi Þetta var alveg success maður. Skuldum auglýsingar, svo fyrir við í klefa. Það er bókasafnið sem er nýjasti liður FNÍFM blöð. Ekki missa því. FM 957 Þetta er að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum ekki í beinni útsendingu núna því að við Steindi erum hér í klefunum. Það er klefin góð Það er klefin okkar, já þetta er eiginlega bara uppáldstaðurinn með nýjus og húsi. Líður okkur best hérna á öllum stöðum í heiminu kannski? Ekki í heima hjá heiminum. þér? Já, í fyrirtækinu. Já Það finnst mér voða þægilegt að vera búin að loka sér hér og En sitja bara tveir. klefin kemst samt á topp 3 yfir alla staði í heiminu Já, hérna líður okkur mjög vel og sérstaklega þegar við löpum hérna inn og vitum hvað ætlum að gera. Mér langar svo Já, að taka þessi klefan þáttur- mikla Klefan mikla. Klefin mikli, það getur verið kannski hérna, það er kannski meira fyrir blöggasti það getur verið sér þáttur sem heitir klefin mikli og þá erum við í klefanum kannski jafnvel Bara gist- heilan þátt. jafnvel gistum Já, Já. þá erum við bara í, það kemur bara þáttur sem er bara kannski 1,5 tími bara klefi Ég er til í það. alls konar klefa Ég var til að pröfa það. Djöfull, Sumir það er lélegir, gaman. sumir góðir. Já Já. En við erum ástæðan fyrir við hérna erum feskir hér í klefunum í dag því að það er komið nýr liður sem að Sveppi Krull kokkaði með okkur. Já. Byrjaði í síðustu viku og liðurinn heitir bókasafni. Já. Þá ringjum við í bókasafn. Sveppi er náttúrulega ekki með okkur núna þannig að það er press á mér. Já. Þetta virka þannig að ég er hérna með tölvu við hliðina á mér og af því að við vorum að reyna þetta aðeins Steindi skilur ekki skriftina mína þannig ég er að vera snöggur að skrifa núna á tölvunni. En þú þarft að, þú ertu búin að undirbúa einhverja bókatitla Ég er eiginlega búin að hugsa 4 Ok. En ég ætla bara að sína Það er nóg. Já, þú færði ekki að sjá þá. Nei, ég er með 5. Ok Þú færði ekki að sjá þá fyrir bara nefn í miðju símtali. En bara einn einu Já, og þú þarft að reyna að finna eitthvað út í hvað bókin fjallar. Veistu hvað, þetta snýst eiginlega ekki sko, ég fór að pæla hans í þessu Þetta er ekki símat en svoleiðis, þetta snýst eiginlega bara að ég ná að halda
andlitið. Þetta er eiginlega bara challenge á mig að springa ekki. Já, þetta er eiginlega challenge á þig að reyna að búa til einhver umhversa bækur fjalla með þessum kjaftaði stillu mínum. Sem að, þannig að já, þetta er mesta pressan á þér, bæja mæl. Tilbúin? Og ég gefa þér eitt titil, en svo Seppi gerði. Já. Ok. En ertu með að skrifa eins og ég sjá hana eftir? Já, svo er með henni. Ok, tilbúin. Mús, yfirgefðu þetta hús. Þessi verður að vera þetta er síðasta bókin. Þá er það ekki að undirbúinu. Nei, ef þetta er fyrsta bókin þá er skemmt á okkur strax. Það er ekki bók sem heitir Mús, yfirgefðu þetta hús. Já, þetta getur verið ljóðabók eða eitthvað. Eða barnabók. Já, það er nákvæmlega barnabók. Nei, ok, þetta má ekki vera barnabók. Þú segir það eftir. Já, þetta má ekki vera barnabók. Ok, ég er með góðan titil sem ég ætla að byrja. Erst þú tilbúin? Já. Ok, þá ætla ég bara að syngja og ég sýnir hann leið að svara. Erstu komið með bókasafn? Já, nú að bókasafn. Hérna er eitt. Ok, ready? Þetta má ekki fara að spyrjast á milli bókasafna. Nei, hvað heldur þessi eitthvað klíka það? Já, og svo getur þú veist, við viljum halda áfram að geta gert hætti bókasafn. Já, bókasafn, maður slant, hérna. Já, þú veist meina að það sé ekki eitthvað svona klíka á milli bókasafna? Já, það sé eitthvað var okkur stanna við eitthvað, herðu það verður ekki ræðir. Svo lélur að breyta röddinni. Já, jú, góðan og blessaðan daginn. Ég er nú að leita hérna af nokkurum titlum fyrir haustið til að lesa. Já. Og ertu nokkuð með hérna, má ég þylja fyrir þér okkar bækur hérna? Jú, endilega. Ertu nokkuð með ást og badminton er eins, hlutir breytast? Hvað er ást og badminton? Ást og badminton eru eins, koma hlutir breytast, þetta er eftir hann Jansen Löndal í þýðingu Ástvalds Baldurssonar sem að skrifa líka hérna Ég er lífið og líki, 93, minn mig. Þetta er frábær bók. Já, leið mig að kíkja. Ég er að leita hérna nefnilega haustið, ég les mikið. Já. Ég sé ekki sko. Ég er ekki með þessa. Eftir hvern sagði hún væri? Hvað sagði hann? Hún væri eftir hann Jansen Löndal í þýðingu Ástvalds Baldurssonar. Prófa að leita. 2 snillingar. Svo er ég líka að leita að það þarf 2 til að dansa tango en stundum er annar haltur. Já. Já, ég sé ekkert með Jansen Löndal. Okay. Hann á skrítið. Já. Það er 2 til að dansa tango. Já, en stundum er annar haltur. Þetta er fjallar þetta misbreyst í hjónabandi og ákveðin þroskasaður mann sem lendir í slysi og fær staf. Það er að lifa með hann og hérna tekur á og það þarf 2 til að dansa tango en stundum er annar haltur sko. Já, mér sýnist það ekki eiga hana heldur. Volist, er þetta ekki eru þið eitthvað að fækka bókum núna? Nei, við bara náum ekki alltaf að Já, ég skilji. Ég er reyna að finna eitthvað finna þessa bók á netinu og ég bara sé ekki henni svona. Nú, nú skrítið. Ertu inn á Google? Já, ég sem leita fyrst í kerfinu og það kom ekkert, þannig ég kíkti inn á Google hvort að ég sé enga útgáfu en þú hlýtur nú að vera samt með hérna Tæri Klofi sem fjallar hann Rögnvald Skram sagan hann þegar hann festist hann í gilinu með tærnar í klofinu. Þetta er auðvitað í þýðingu þetta er þýtt eftir hann Runolf Svæns þjóðverjan fræga. Já, tærnar í klofi. Tæri klofi held ég frekar, Tæri klofi, já. Þetta er hann Rögnvaldur sem að festist hérna, þetta er nú byggt á, munna þetta drengur? Rámur eitthvað. Og Runolf Svæns var með þetta og hérna, það er allt þýtt, sko, þú ert ekki að finna neitt með þetta? Já. Kíkja hans betur. En ertu með mús yfirgeðu þetta hús sem er skáldsaga músina sem var alltaf í húsinu? Mús, já, yfirgeðu þetta hús. Þetta er skáldsaga fyrir fullorðna músina sem var alltaf í húsinu. Kíkja. Þetta er í þýðingu hérna eftir hann Bjarner
Magnús, það er íslenskt nafnmist. Hún er svo sem auka að drísu ef þú ert með Báru í baróttu, þegar að renna gaf sig í Vesturbænum í lekanum Mikla. Eftir Mikka, ertu með hana Báru í baróttu, þetta er þegar rennurnar voru að gefa sig í Vesturbænum eftir lekan Mikla þegar allt voru alveg á bóla kafanna og það var og þetta endaði ykkur tryggingamáli sem að bitnaði á íbúunum. Ertu með þetta? Tjekka. Já, er þetta sérstætt. Heyrðu, ég er að rista brauð hérna. Ég fæ kannski bara að hringja aftur. Ok, allt í góðu. Já, ok. Já. Hvað kom það? Það var ekki fleiri titlar. Nei, ég var bara að koma öllum. Ég held að ég myndum aldrei ná öllu þessu. Erðu, mús Erðu, yfirgeðu þetta hús. Honum grunnaði ekki neitt. Nei, þetta var stórkostlegt. Hann var alveg hérna. Þetta er upp á sliðum. Ég hefði gaman að sitja hérna og bara heyra það reyna að bulla það út úr þessu. Hvað var þetta lekin Mikli Vesturbænum sem endaði svo á hversu leiðilega fucking bækunum. Já, þetta er svo bók. Já, ég myndi ekki leiða hana sjálfur, sko. Nei, það myndi ekki heldur gera. Shit, hvað en það er allavega, við erum að sjá það 2 vikur, það er alveg þolinmæði í bókasöfnum Íslands. Alveg magnað. Og þökkuðu bara thank you for your service. Já, bara eða náðingi. Já, toppmaður. Sko, ég þarf bara að jafna með þetta. Djúvöldlega við gaman að þessu. Þetta er nýjasti liðurinn í FM 95 Blöð og við köllum hann bókasafnið. Ég trú ekki öðru en þegar ég gaman að svo við. Djúvöldlega sem þetta. Topp tónlistarstöðin FM 957 All of the lights. Talandi All of the lights. Þá er Ísland, Úkraína under the lights. Það er búið að kveikja á hljóðljósum við sjáum hérna Laugardalsvöll og FM 95 Blöð í samstarfi við Dynout og Loop Zero. Dynout og Loop Zero fær ykkur FM 95 Blöð hér á FM 957 og ég sko það er fyrir að streyma drengir. Steindi var að spyrja hvort að fólk sé að mökka sig í Þróttaræðinu. Já, ég sýnst það. Já, ég sko málið er að komið fullt af fólki. Það er mikið að liði að fara sko, það eru 2 tímar í völl. Já, uppselt. Þannig að það verða 10.000 manns þannig á svæðinu. Já, fólk nennir ekki að lenda í ykkur í trafík og eins og við komum inn á í byrjun þáttar þá er langt síðan að ég jafn spenntur fyrir landsleik með íslenska landsliðinu. Hann ætlar að koma hérna eftir Mike og King Mike ætlar að fara í þetta. Já, það er gaman að fá hann hérna maður. Ég vona að mæti reiður og fari vel yfir stöðuna. Já, hann er hann ekki, kannski ekki reiður. Hann er á leiðin á völlin. Hann er þægilt fyrir að koma á Suðurlandsbraut hérna og velta steinum. Já, hann getur farið hérna beint í Túborg-kælinn maður. Og er þetta ekki bara fínasta veður fyrir okkur? Hvernig er veður? Nei, reyndar þetta hann. Ég veit ekki hvernig. Það er ekkit sól og blíða. En málega, við höldum alltaf þessi fínt veður fyrir okkur að því að kemur einhvern svona íslenskt veður. En svo náttúrulega er allir þessi gæjar að spila annar stað, sko. Þeir eru ekkert að æfi þessu. Það er hárið eftir, en við erum að spá í að fara núna drengir í lið sem við fáum lánaðan frá Blökastinu og heitir Hvor ykkar. Já. Og ég er með 3 spurningar á okkur og ég er eiginlega bara nokkuð forvitin. Hvað er þið svarið hérna? Eru þið tilbúinir? Já. Af því að það er landsleikur núna. Segjum að staðan sé 1-1 og það er 15 mínútur eftir. Hvor ykkar myndi nýtast landsliðinu betur síðasta korter ef annar ykkar ætti að koma inn á? Sko, ég náttúrulega Endilega hörku bakvörður. Ég var alltaf hægri kantur. Hann geti tekið 1 sprett. Ég held á Grímsteindi þú getur ekki tekið 1 sprett upp. Hann er alltaf hljótt 22 kilometra hann að marstu. Þetta er allt annað, þetta er snöggisprett. Ég var alltaf hægri kantur. Ég er alltaf væri fótbolta bara alveg þar til ég var úlingur 15 ára. Það er 30 ár síðan. Já, þá er ég að tala ég æfiði fótbolta bara eins og ég ætlaði bara að vera atvinnum. Ég held að hver einast íslendingur sem er að hlusta á þátt núna ef einhvern tímann æft fótbolta, það að sitja hérna og segja herðu ég æfiði fótbolta, það þýðir ekkert að þú sést að vera að gera eitthvað. Nei, ég er bara að velta steinu hvort að sko Egill hafi æft svona stíft fótbolta. Já, ég hef nokkuð stíft. Spilaði með Haugum. Ég var alltaf að markaðast í leikmaður MK-deildarna sem er virtdeild nokkur á röð. Skóladeild, sko. Menntaskóli Mjög virt skóladeild. Það er ekki virt. Nei, þú getur ekki verið að pæla, sko. En ég vil fá það er með þá að rekorduru. Já, en ég vil fá alvöru svar. Hvor ykkar myndi nýtast landsliðinu betur síðasta korteri? Ef þau myndi þurfa mörk, sko, hérna. Þá er það June líklega. Eða hvað, ætlaðu þú að kleima það? Nei, ég langar að segja June líka, sko. Við getum ekkert í fótboltamæður. Við getum ekkert verið eitthvað. Þú veist, ef við myndum fara inn á núna að spila bara með þessu landsliði, skilur, á móti þessu liði. Þú veist, þetta væri bara, við ættum ekki
Herðu, það Reik Nei Ég kom til að skamma þig. Herðu, það er Herðu, ég glemdi að, já, auðvitað Tapa sinni 25 ára Herðu, það er verið að dæla hérna Hvað er inn að gerast? Herðu, við ætlum að vera búin að syngja ammælisöngin maður, það er bara hannig Herðu, Tapas að koma hérna með rétti Þetta er þetta algjör snild Degir Hérna, hungri býttu nú við, þetta er lambi lakrís Já, málið er það sko þegar ég fer á tapasbarinn herru, ég ætlir ég ánægð með ykkur, takk fyrir þetta Herðu, takk kjalla Tapasbarinn er 25 ára og þegar ég fer á tapasinn þá fæ ég mér alltaf sömu 4 réttina ég fæ mér hérna bacon og hörpuskil ég fæ mér humar halana í hvítlug ég fæ mér lambi lakrís og ég fæ mér Hamburgerna? Nei, ég fer ekki það Fylg þjónusta Nei, ég fer í hérna hvað heitir rétturinn eftir hérna með nautuna á plattanum hérna nautakjöt á Nautur á platanum Já, spjóti bara Já, vá, það er ekki mun á það já það Hann er með það hér. Hvað heitir þetta? Nauti Borgó. Já, nauti Borgó Það er bara sem við mættum að tapa sér Herðu, það er bara verið að dæla á okkur réttum hérna frá tapasbarnum en Bara fylg þjónusta Takk hérlega Hvað er að gerast hérna? Herðu, ég er aldrei að fara að borða þetta allt Þetta er Já, ég Þetta er mikið að matna Ástildur, þetta er Hvað er að gerast hérna? Ég er ekki búin. Þú voru að fara með þetta fram Ég er aldrei að fara að borða þetta Þetta er bara eins og þessi ferming Þetta er þetta sko Það er svolítið síðan eða Já, það er bara, þetta er matur fyrir heila fermingavislu Já, við vorum þetta með fermingavislu núna í höllinni en við kjósum að vera ekkert að tala mikið um það núna Við erum komið túnfiskinn hérna Já, þetta er svakalegt Þetta er galið Þetta er geðvikt býtu, Sko, en já, ég þarf að fá svar fyrir stendi Sko, málið er Ég er markheppinn og Þú er markheppinn Þannig að þú heldur að þú myndir nýtast landsliðinu betur Og ég geti verið að segja Ég vann alltaf stendi í hlaupinu á daginn Svo sást þarna spretthlaupinu Þannig að ég heldur við erum meila að setja mig upp á topp þarna Það var kortur eftir því miður sko Stendi, þú ert ekki samlega þessu Ég meina að hann myndir nýtast landsliðinu betur síðasta Veistu hvað, ég ætla að vera sammálaði Sko, hefur spurt með þessu fyrir 10 árum þá hef ég sagt við þig 50-50 bet þarna Núna í dag þá myndi segja að ég væri í betra standi og gæti tekið þessar 15 mínútur ég er ekki sem hann geti tekið 15 hann geti tekið kannski svona 5 mínútur á fullum krafti Hann myndi nýtast landsliðinu betur í kvöld Þessar 15 mínútur heldur en þú Já, ég held það Ég ætla að vera hefðilegur Bara á samanlan Þá er það næsta, hvor ekkert er líklegri til þess að Já, það er náttúrulega, hvor er ekkert að fara að klífa Everest Hvor ekkert myndi ná lengra upp Það er Steindór Nei, klifra Það hefur ekki verið Þetta er náttúrulega ekki að klifra Nei, máli, hann er góður í þessu Hverju? Það er eitthvað svona mausast og djöflast eitthvað Hann geti labbað upp þetta fjall enda Sko, ég myndi alveg svo sem Ég ekki í svona fjall Þú verður ekki þreyttur Þú ert að labba endalust Já, Tókst 22 í þessu marathoni Mér verður enda ekki Og bakkar í mark Ég man ekki eftir að hafa verið eitthvað kalt Síðustu Verður ekki kalt Verður ekki kalt Nei, ég man ekki eftir hvernig ég var út Ég er bara á bollnum núna Ég er ekki eins og í peysu Þú höndlar líklega kulda betur Já Ég höndla kulda mjög Svo er náttúrulega þið vitið það Á okkur þremur myndir þú líklega að vera verstur hann af Everest En ég get sagt hvað það er ekkert þessu fólki Ég er mesta kuldaskræða sem hann finnur Ekkert þessu fólki Það er bara eitthvað moldríkt lið sem er að þvælast þarna upp og svo eru bara selbandir að bera allan pakkan Það er að mata stendaðan Það er þessi lítið barn sko Þessi barn í bleiu sko Ég var maldaður Ég er að segja þú veist Sko þetta er einhver búin að lappa þarna upp En það er fullt að liði fullt að liði búið að labba hann upp sem er ekkert moldríkt Þetta er samt og þetta mun segja Everest sé erfitt þá þráttur og geti fengið eitthvað serpa til að fara með þér hana þá er þetta krefjandi ganga myndi ég segja sko Já, en hvað er eitthvað rugglaður? Ég stendi tala þetta segja bara að fara bara hérna sunnudags göngutúr í Ég er bara að segja það er fullt af fólki sem fer bara þægilega þarna upp Allavega upp í grunnbúðurnar og aðeins lengra Ég þarf svar Þú er ekki að fara lengra Sko hreinskili svar er bara að ég held að hann sé betri í svona löngum vegalengdum og djöflast svona eitthvað til lengri tíma ég held að hann væri eitthvað svona þælast og svo verður hann ekki kalt og svona ég er bara þrjóskari ég myndi líka mæta vel klæddur ég er ekki þrjóskari nei ég getur glemt því sko ég myndi fá eitthvað mjóbakspump og svona lendi ykkur í vesinni ég veit ekki ég skal alveg taka þetta á mig en ég er ekkert svo sem sammála því Ok, þá var það síðasta 50-50 þá var það síðasta
Því að þetta er eitthvað sem við getum tjekkað á ef þau eru ekki sammála. Hvor eitthvað vinnur í langstökki? Langstökki? Já, það er viður ég. Það er ill. Já, Ég er 1,78. Hann er ekki Ég bara reyndar, nú er ég ekki að reyna að vera leiðilegur, Steindi. Ég bara sé þau ekki fyrir mér hoppa. Nei, hann geti ekki hoppað við kópáspóstin sko. Ég er nú bara að tala vera með góðan Bara því stökkkraft. miður sko. Með góða stökkkraft? Það er fullt af fólki sagt að ég- við mig gegn tíðina. Ég er sem fínasta Ég hef stökkkraft. aldrei séð hoppa. Ég er búin að þekkja því í svona 15 ár, ég hef aldrei séð þau En hoppa. það þekki ég líka bara, þú veist. Má ég þekki hoppa ég eins bara- hátt og þú getur? Nei, ég þekki mín mörk þegar kemur að því að vera eitthvað, hoppa hvert? Hvert var ég verið að hoppa? Ef við séð nasending hoppa. Þú þarft að vera, Þú getur bara ekki að hoppa. ég get sagt þér það, þú þarft að vera einfaldur til þess að vera alltaf hoppandi ykkur staðar. Það er að vera, Bara hálf einfaldur til að vera hoppandi alltaf ykkur staðar. Hvað meina? það er fólk að keppi í þessu. Já, ég er ekki að tala Þetta að segja um þau séu bara einföld. Ég er ekki að tala um keppnisfólkið. Ég er að tala um bara að þú ert hérna út á götu alltaf hoppandi út um allt. Það er náttúrulega enginn að því. Ég er að tala um hvort myndi fara bara lengra í Ekki langstökki. fólk að hlaupa. Mundur þú líka vinna í hástökki, Egil? Á prikinu? Ég mista líklegt, já. Sko ég Á prikinu, nei, þá ertu að hoppa yfir prik. Nei, Ég er þá ertu að sterkastur nota í frjálsum. prik. Nei, það er stangastökk. Já, ég myndi vinna í því. Já, hann myndi líka taka með stangastökin. Já. En ekki í þessu sko. Ég myndi láta mig vaði í það. Því miður sko. En hástökk og langstökk? Já, þú og stendur á- kúluvarp og þetta spjótkast, hann ekki breykið í Já, þessu sko. kúluvarpi, sko, svo sem allt er kannski alveg aftur sens þar, en Já, ekki, reyndar þú segir það sko. ekki langstökk og hástökk. Ég er lærri. Nei, maður kemur einn Þú er góður í greið. Ég er pílu, lærri og feitari. pílu, keilu og svo allt svo þetta getur bara staði Þetta kjörn. nefna bara öll ykkur feitabólu sport þú getur dótt í huga. Ok, Steindi, ég veit þú þetta er að segja, en gerð það fyrir mig. Má ég sjá þig hopp eins hátt og það getur? Af hverju? Bara, mér langar að sjá það. Hvort þú sett með eitthvað stökk? Það getur Er ekki þetta hausinn í líka loft. og Nei. þetta er vandræld? Nei, ok, En má ef sjá hann það. hoppar upp í loft, hvað ætlar að gera þá? Það er náttúrulega aldrei að fara að gerast. Ok, og ekki neitt joke, má ég sjá þig, hoppa eins hátt og það getur? Þetta er fyrst getur ég séð hoppa. Ok, og Egil, þú ert góður að mæla, hvað heldur þetta að sé í Já, en ef hann sendinum? lendir á mér. Hann er ekki, hvað heldur hann sé að fara að gera? Ég held að segja ekki með jafnvægið. Ég ger þetta bara núna. Já, Þetta var helviti hátt maður. hæ? Þetta er bara hátt. Þetta var alveg 20-30 cm. Þetta var herra en Já. ég Þú ert ekki fara að tróða. Þetta var svo Heyrðu, drullu what hátt. the fuck? Sáðu hvað ég hoppaði hátt? Slökum aðeins að þetta var ekki það rosalegt, sko. Þetta er enda samt eitthvað dæmi sinna. Ég bara vissi ekki að hafa í mér. Sko, mér langar að henda í frjáls íþróttamót blökkarsins. Það mun gerast einn daginn en Getur fæðist. En sko, ég er okkar samt besta ástildi var að dæla hérna réttum Já, frá ég- tapaspartinu sem 25 ára. Þú eru ekki að fara að smakka á þessu. Sko, ég ætla bara samt að ramma þetta eins inn. Allar íþróttir sem krefjast þess Sex að réttir. þú þurfur að vera í formi og með snerpu og svona vesen, þá held ég Egil sé með minn núna. Ok. En Kannski ekki í februar þegar þú ætlar að fara í ræktina ekki mást í janúar. en það sem krefst nákvæmni, þar geti ég komið Já, sterkur. já, pakka mig saman þar. Píla, keila, Ég ætla að boccia. kynna inn lag sem var að koma, ég ekki út bara með DJ Muscleboy, heldur allir í fjölskyldunans. Þetta er DJ Muscleboy, Gurri Jóns og Eva Malin Já, sem ég Eva. veit er að hlusta á okkar besta. Já, Og hún við er byrjum að komin heilsa með henni. Spotify reyning 11 ára gömul, fekk að Já. taka þátt í þessu lagi. Hún er mjög góð sönguna. Já, hún er búin að vera í leikrutum og farið á kostum. Eva, dyrkuð þig, hér kemur lagið Material Girl. Tjekkja þessu, þetta er komið á Spotify. Þetta er FM FM 957 Það er horrið, það eru Keila Öllun og Pepsi Max sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957. Við erum búin að vera að guffa hérna í okkur. Þökkum aftur tapaspartin Keila fyrir þessa sendingu. þetta er geðveikt. Komið hingað og stoppaði röðst inn í beinni útsendingu og djúvill er það gott maður. Þetta er rosalegt. Við erum, herðu, jú, á King of Being Sexy. Ég spurði því í fyrst ingum, ég var búin að gleyma þeim. Við erum King að of Being fara Sexy? í, spurningkefni Gilsarans sem fekk frí í síðustu viku. Hvernig var í Róm? Hörðu, það var rosalegt. Já, við Ég ætla að- fréttið að þú fórst af golfvellunum að því að þú varst Já, ég var bara lélugur fyrir. Já, Já, sko, ég bakkaði ekki upp þennan völl út af ég er high handicap golfer. já, Og finnst það þið var- það sniðugt að vera að fara á völl þar sem að menn kefti rætir? Já, sko, það var, það var Það eru Ég ekki var getað fyrst á- sagt þér ég þetta var- svolítið? Ég var fyrst á völl sem var að spila á PGA Italy bara fyrir korteri Já, og þið mátti ekki slá röffu út af því að það var einhver hætt að ég veit ekki, myndi kveikna í eða eitthvað. Ég veit ekki Kveikna í af hverju. vellinum? Já, ég veit ekki okkur, það mátti ekki slá hann. næ, Þannig að sem hendaði þér og fyrir ekki. mig, ég er ekki alltaf inn á braut, ég verði ekki að það. Þannig að hérna, ef hann fór eitthvað aðeins út fyrir þó ég hefði séð nákvæmlega hvert hann fór ég bara horfði þannig að þessu tré þarna right over there, fann hann ekki. Ég held ég að týnt svona 50 boltum Hvað týndur mörgum boltum bara á einu hring, svona án þess að íkja? Svo til dæmis ég tók þessar 18 eftir 3 hólur voru 12 boltar farin.
og ég er ekki íkja, nei, 12 Þetta er eiginlega þetta var upplifunir Það er rosalegt á 3 hólum Þetta er alveg challenge þessi völlur þá Já, þú veist þessu, ég alltaf er en ég var að byrja, þú voru að fara að byrja Stóni, þar fóðu ég í gang bara í kvelli Já, ég er alveg til að Þannig að ég fóði Rómar og það er heldur mikið sem að skoða þar, það var svolítið magnað að labba fram á Colosseum Já, sko, Róm er eins og New York, þetta er svona 2 borginna sem ég nenni að vera túrist í Já, það er bara gaman að skoða þetta sko. Ég fóð líka í það er Íslendingur sem að heima hana sem er með Rómarrölt.is meistari, Ingo Hann er með íslenskur? Já, og hann er með helling af tours, búin að búa lengi hana Og Rölt er bara með lið og þú getur bara þannig að þú hittur bara fellow Íslending bókar í svona rækjusamlöku túr sko. Hann hitt okkur og röldi með okkur hana í 2,5 tíma þannig að það var helviti interesting sem hann geti því, það fóð með maður skoða svo mikið að drasli maður aldrei farið í nema maður er tekið túrin sko. Munið þegar fórum í rækjusamlokutúrin í Þýskalandi, í Berlín Þegar Gaurin alltaf að berja þegar bílstjórinn SS-fóringin snappaði á íl Ég hef aldrei séð út í stóðu upp í einu sekundu Já, bara án þess ekki, ég hef aldrei séð mann snúa bara skapið Ég hef aldrei séð mann fara jafn hratt úr bara ógæðslega glaður svona tourguide yfir í bara, ég held að myndi parka og drepa okkur Hann var í miðjum hlátri þegar hann bara sá Egil kíkja Já, þú stóðst eitthvað keira fram hjá vegnum hana og ég veist Ég fórst með hausinn eitthvað upp Já, ég kíkti Þú varst ekki, þetta var ekki eitthvað svona fyllir í stæðni Berlínamúrin Mér langar að skoða keira fram hjá vegnum Mér langar að skoða vegginn Stendu upp hann, ætla að skoða hana vegga þess betur Þá svoleiði sko Það var bara eins og Hitler hefði verið í bílnum þegar kom hann að hann var alveg kollvitlaus Sá var reyður maður Það gaf mér lest Ég þurfti úr ykkur með mér þarna bara hvað sagði það eiginlega Þessi Íslendingur hann í Róm, hann er ekki eins og okkar maður þælur Þetta varst líka lappandi Ég mæli með því út Íslíkur að fara til Rómar að kíkja á þennan meistara Kíktur á Vatikani? Nei, ég bara, ég hafði bara x tíma og Fórstu til Rómar og kíktur ekki á Colosseum var kaffihús þar sem fekk mér a beer þar og gætt hort á það Það var entertaining me Vatikani er ekki langt frá sko Ég veit, ég gerir mig fyrir því sko en mér langaði líka að fara inn í Colosseum en það var eðlilega mikið að liða Löngur Ég þarf að fara aftur en það sem henda mig mjög vel við Róm það er rooftop bars út Allt ég fór á 7 rooftop bari sem er personal record En hvað er samt málið með þetta? Nú ætlum ég aðeins að, En að fara til Rómar fara á 7 rooftopari en ekki í Vatikani það er bara Hvað er málið með Íslendinga samt? Það getur engin verið rólegur erlendis nema að vera komin á rooftopar Það er bara íll Nei, þetta er ekkert bara íll og veist, ég var líka gaman að fara einhver staðar upp á 14. hæð að drekka bjór ég er ekkert að hata það en þetta er bara, ég verið með fólki sem bara við leið og við lendum að bara næsti rooftopar Já, reynda þegar þú segir það og ég bara byrju, heyrðu gæði Þetta var í Amelans Köðs líka, það var alltaf verið að leita rooftopar Það er ekkert eðlilega næst sitja upp á þaki með bíl En af hverju er það svona góður upp á þaki? Út með útsinni Ég held að þessi útsýni, það er ekkert að bjórin sem betri Ofta ekkert endilega útsýni og setur bara inni sko og það getur eitthvað út á svölu með besta sæti sko Ef ég var alveg hinskilin þá líði mér eiginlega betur á svona írskri knæpu í myrkri Miklu betur heldur en að vera eitthvað upp á rooftop Já, ef einhver myndir lenda og segja herru, finnum við það ógæðslega knæpu helst írska og það er myrkur og splittum genu Í staðin fyrir að herru, förum við það upp á rooftopar næsta, það eru 300 mannsar og léli sæti Hugsa til líka margóft þarna þegar ég labbaði fram með svona einhverjum ískupöp að kynni skilti fyrir utan og þetta var bara Það hugsaður til okkar Já, ég fíla Þú varst að leita rooftopin Herru, King of being sexy Þetta er alveg títil sem að, veist, ég vil freka vinna þetta heldur en King of að vera ógeðsluður Já, sammála því King of ógeðu verið nokkursunum Það verður aftur En sko, það er bara ótrúld að segja ekki verið áður hann að, ég veit ekki alveg hver er favorite það bara kemur ljós hver tekur þetta og svo bara verður þetta aftur næsta ári Það er svolítið í þínum höndum Er orðið sexy fyrir framan nafnið þitt eins og Rúrik til dæmis með sexy Roo Nei eins og þetta með sexy blue eða sexy stone Ég hef aldrei verið kallað það Aldrei heyrt það Og mun aldrei heyra það Nei, samt, ég myndi ekkert útiloka Já, það eru minni líkur Rúrik var bara nýli orðin sexy Roo Það eru minni líkur með árónum held ég Já Nei, ofta ég myndi að Beckham er sexy núna það var 18 ára sko Já, ég held samt Beckham var svolítið að toppa hann á 25 Þetta er Ég hef séð gamla myndir sko. Hefur unnið Sexiest Man Alive á Íslandi? Nei Jú, blöðu mann það, þetta er ljúa
Þú vannst það Sexiest Man Alive á Íslandi, já. Þetta var vikan Var það keppni? Þú vannst þetta. Þetta var basically, þú gast kosið á netinu og við vorum í 70 mínútum og Sveppi sagði öllum að kjósa mig, þess vegna var ég valinn kynntokafylstur eitthvað að lesa undir vikunar. Ég var ekki Sexiest Man Alive á Íslandi sko. Mjög langt í frá. Já, sko, þú ert nú bara að downplaya þetta svolítið, sko. Þú varst basically kynntokafylstur maður landsins. Auðun Blöndal. Hann vann kostninguna. Já, sko reykt hana. Ég fæ ekki hana. Blöð komið punkt, Steinþór. Nei, ég fæ ekki. Hefur þið verið meðvitundalaus slefandi en samt á fólk að hugsa shit hvað þessi gæi sexy Í flugvél kannski. Já, þetta getur mögulega verið getur mögulega verið flugvél þetta allt saman rétt nema það sem fólk var að hugsa. Hitt smellpassar. Það var ekki að hugsa djöður þessi gæi sexy. Nei, en ég var meðvitundalaus og ég var slefandi. Er ekki meiri líku nú ekki rann að leiðalustendi að fólk að hugsa ægi greiði kallin. Nei, ég held að sko Wolfkirun þú veist bara svona Hann er svona huggulegur þegar hann slefar. Nei, Þú ert ekki ljótur þú slefar. Já, ég er ljótur því ég sef. Ég held það, ég sef með opinn munnin. Já. Og mér finnst Steindi kynþokkafullu maður. Núna, með sagði Steindi þú veist hvernig ég er með að sverja. Ég sverða það. Mér finnst þú huggulegur og flottur maður. Þegar þú sefur ertu ekki flottur. Nei. Auðvitað ekki maður. Þannig að þetta ekki stiga þig að ég get lofa þér, það var enginn í vélinni sem að sá þig slefandi sofandi og hugsaði, djöfull er hann sexy. En veistu hvað, þú getur verið sko, fólk getur verið ugly singers eða ugly criers eða ugly laughers, veistu hvað við? Já. Ég er ekki með það í sef. Nei, þú ert ugly sleeper. Ég er ugly sleeper. Með gal opin munn. Og ég tek það bara á mig. En hvað er með svona opin munnin? Ég ræði ekkert hvað ég er að gera. Svo þreyttum. Ég er bara þreytt, bara sippin maður. Ég oft sér fólk sofandi en ekki. Ég sá eitthvað vídeo daginn. Brussan ég maður. Já, tróðum ekki brussa. Ég sá vídeo daginn einhverju gauður sem voru að fljúa til Ibiza eða eitthvað. Það var einn sem svaf svona með opin munnin. Þeir tóku bara svona dræjar upp í hann. Ég ætla að gera það næstur á leiðin til Lacey. Ég ætla að opna bara svona einn miniature og hella honum upp í. Ég ætla að gefa það leyfi, þú mátt það bara. Það kom alveg svona 2 litra kókflösku upp í þig þegar þú ert sofandi. Þú fennast úr kjálkarlið þessu snákur. Já, þetta er samt og því að þetta er svona. Þetta er svo snákur. Já, svo getur þú tekið bara, þú getur gleift hluti sem mjög staðar en hausunar. Það var ekkert eðlóðfæld eins og í síðustu AC-ferði mitt þegar ég vaknaði eitthvað, ég var ógeðslega þreyttur á leiðinni í flugið minni, vaknaði eitthvað upp og bara sá ykkur alla yfir mér. Það var að því varst búin að hrjóta svo ógeðslega hátt að það var öll vélinn byrja að horfa. Þess vegna voru að fylgjast með, við vorum allir reyna að ná vídeoði. En þetta mómentið þegar slefi var, það var nú bara í nýlega. Það hefði gæst oftar en einu sinni. Nei, þú veist, þetta var svona nýlega þegar að flugfreyjan var mætt hjá mér og afgræða gaurinn við hliðina á mér, sátu bara 2 hana og hún var að beygja sig yfir, láta hann fá drykkin og ég vakni í rauninni þegar höndin er að fara svona framhjá andlitinu og ég lít bara svona upp og ég er allir bara með tauminn bara leið og ég var líka bara á bollnum, ég var ekki með peysu sko. Hún var upp í hólfinu þannig að ég var bara, ég gæti ekki fara úr honum verið ber og hann ég sati einhvern veginn svona með hendurna svona skilur fela slefi og búin að setja einhvern veginn, halla mér aftur og setja borðið fram, ég eiginlega bara nánast laðist á gólfið sko. Þetta var það var 1-1 Nei, þetta var ekki punktur Hann spilast alltaf sem sé eitthvað ósexy. Nei, hefur þú sagt bara slefaru svoandi þaðan vikist þig? Það getur ekki viðurkennt þessi sexy. Nei, ég var það bara, ég lofaði ég það ekki Finnst þér sexy að ganga með physical veski? Finnst það ekki sexy Það eru þau gæðis í það ekki sem eru heldur í alveg sinni veskinu styr það er hérna betur fram að mig heldur að mér finnst sexy að labba með þetta Ég hef aldrei séð svona Mér finnst það ekki sexy Þetta var að vera árbæðasann Hvað er veskið þitt? Það er bara hérna með þau fyrir fram á nokkuð Ótrúlega að halda á þessu Þess að halda á skífu síman, myndu honum Snýðu þarna En hvað er ekki gert fyrir kynþokka? Þetta er náttúrulega allt saman svolítið skrítið Þetta er að ripna út af kæs Þetta veski sko Það er svona bóið Þetta er orðið mjög gamalt veski Já, við hefðum vittin og flottur en þetta En málið er það Ok, þetta er gaman En málið er það En þið er ekki með þetta til að vera sexy Það er mjög langt í frá En veitir hvað, ég er svo gaman að því Ef ég er erlendis Þá elskar ég að fara á götumarkaði Var ég búinn að segja Já, áspun að segja okkur En að leita nýju veski Já, ég elskar að kaupa nýtt veski Og skiptir út Á svona flóamörkuðum Það var nóg að þeim hann í Róm og skella það Já, ég hefði gaman að því Fáðu hvorið punktana Ok Hefur rúndað á rauðum sportbíl og hugsað Ég er sexy
Versta við þetta er já. Það er það hlæðilegis. Já, ég það bara á reynskilin. Já. Mér fannst ég alveg maður þegar ég var nýbúin að kaupa bílinn. Já, ég meina þú veist En sorglegt á hljómar. Ég meiri að ég var að horfa á mig í speglum á bankanu þegar ég var að keyra fram hjá yfir hraðarhundurinn og eitthvað. Mér fannst þetta alveg Stoppaður og svona og horfður einhvern. Ég kíkti, já. Alveg viðbjöðslegt. Varst ekki líka bara 18-19 eða? Ég var 18 ára, jú. Já, ég meina. Hver var svona grafaðasti króksar sem fór með þér á rúndin? Svona ég vona að vera lucky líka. Segðu Ég hef oft sagt ykkur það líka. Það var engin, ég var ekkit lucky á þessum bíl. Þessi bíl hjálpaði mér ekki neitt. Ég held að myndi gera það. Ég held að ég væri komin eitthvað rauðan sportbíl og ég erði shit. Það gerist ekki. Þú var að peka mig upp, þú ert ekki að fara einn í þessa veislu í kvöld sko. Bara allir, því að það vildi allir fara á rúndin. Ég var einu sem átti bíl þarna. Húkimenn og Svesma og þá landakvöðs og Bustmachine og... Já, Busterinn. En varstu einu sem var búin að fá þig bíl þarna? Það er vel gert svo fékk Svessi sér bíl líka. Tókur 100% láni. Hvernig bíl áttu Svessi? Hann var einhverju Toyota minn. Hann ætla að vara nerd. Það fór ekki að rauðan sportbíl. Þú þarft að vera alveg ból til að taka bíl á 100% láni sko. Já, það er bara eitthvað að þér. Já, í staðið fyrir að leggja út þá voru ekki bara að leggja ekkert út og fá geggjaðan sportbíl. Já, það var pælingin mín. Bara mista þetta þessi góð. Já, ef lífið væri bara svona einfalt. Afborgunin á mánuði var 30.000. Í 5 ár. Það var ekki mikið vesen fyrir blöð. Jú, það var vesen fyrir blöð. Ég get alveg lofaði því. Amma ringdi mig alveg reglulega bara rauti minn. Ég var að fá eitthvað post-itinn í lúðuna í 3 mánuðum á eftir. En varst ekki vinn í bakaríðina? Já, það bara var ekki að borga nóg. Þú ættir að fara í sundlaugina. Það var 27 ár síðan 30.000 kall er bara eins og þetta er eins og svona 700.000 á mánuði í dag sko. Já, fyrir banni 50% vinnu. Steindi, nú ættu aðeins að fara aðeins að hysja upp um því núna. Hætt að segja nei við þetta. Er þið 2-1 yfir? 2-0, það er ekki það góðan að blaða. Já, hörðu. Ég bara átti ekki sportbíl. Er ég að king of sexy? Það er alltaf humble. Ég átti ekki sportbíl. Talar þessu og set bara hestljóð. Ég get ekki logið því ég hef átt bílinn. Ertu það sexy? Þú ert ekkert eðlilega huggulur þrátt fyrir að vera með hárgust og 67 ára gömul konu. Þetta er stig. Já, þú verður að viðurkenna þetta. Allir aðrir bara hestljóð. Já, það er bara, ég fæ ekki annað senda á Instagramin en bara að vera að tala hvað þetta ferði vel. Það er aldrei verið sexy en okkur núna. Já, tökum við stig fyrir það. Boom. Takk fyrir. Loksis eftir hreinskil. Það verður að vera með keppni eða alltaf annar líkur alltaf. Ég bara, þetta er svo erfitt og skrítið maður. Er ákveðið bæjarfélagið út á landi sem er ekki beint að hrista sér yfir þessa dagana? Já, 2-2. Þú verður hreinskil hann líka? Nei. Grenivík. Já, ég held að nei. Við verðum að þeir eru að hlusta ykkur en ekki lofa því. Þeir eru heit hlusta. Ef staðan er svoleiðis, það er náttúrulega það bara aðeins. Já, þú þarf að bæta þetta upp. Þú þarf að fara til Grenivík og lappinn með þessa hárgreiðslu og bara taki spaðan á mann. Og auðvitað. Þú varst alltaf að þykjast þeirra vinnu þeirra. Strafgar, þú er sjómann með 2-3 ána og þú veist, tekur í vörina, þetta er þannig krát sem er þannig. Já, þetta er topp og sko, Norðurlandið, þetta er mitt krát. Ég voru að taka þamba bjóhratt og svona, áldur út að fara í kanni, þetta er stemningu sem verið, þá vinnur þetta litið bara. Já, þetta er byggt á rosalega viðskilningi, elskar Grenivík, en því er ég að fá stigan það? Já. Það er skrítið. 2-2. Shit, það er ein eftir maður. Shit going down to the wire. Finnst þér þú sexy þegar það er ekki þráður á þér af sleði? Nei, öndu slef. Slefið árið nýja. Ég ætla líka að segja ég ætla bara að segja nei. Ég er að finna það. Mér finnst það ekkert. Ég finn hvað er að fara að gerast þetta næstu vikur. Þetta er nýja dæmið þar. Það er slefið. Hann er hættur, þú ert hættur að hlaupa hérna alla kringlu, þú ert hættur að benda á penisa. Það er bara núna eftir slefið alltaf. Það er ekki hægt að segja þetta við hann. Og þá fæ ég þetta alltaf alveg í mörg ár. Á hverju höstu? Hann finnur alltaf eitthvað, þú voru að slefið. Hann er natural born bully sko. Máli er að ég sko, að vera að finna sexy þegar ekki einn þurr þráður á mér á flíkonum. Af slefi. Ég segi bara nei. Þetta var X. Stórmeistari jafntefli. Við erum greinilega Það var X. Sexy hérna. Hversu spennandi á næsta ári, tökum við þessu aftur. Talandi sexy. King of being sexy. Við erum nokkru sexy. Þetta er FM. FM 957. Ice Guys for Life heitir þetta lag og er nýjasta lagið frá okkar bestu mönnum í Ice Guys. Elskar þá. Já, alvöru slagar þarna ferð og það er að sjálfsögðu tónleikar núna
í höllinni í desember og ef þið eru ekki búin að tryggja ykkur með á það, tjekkiði á því. Og svo vil ég líka minna á, það er alvöru dagskrá í kvöld, það er bæði Ísland, Úkraína og svo er að sjálfsögðu Banna að hlæja, þáttur 2 mætturinn á Sýn Plus og þátturinn í kvöld er hrikalega Það er sleiðilt að missa Patrik Heimi út sko. Já, það er bara einn fyndna talandi æska. Þetta er einn fyndnasta lína sem ég heyrst. Hann sagði, varst ekki bara eitthvað feitu krakk í neyslu, bara eitt að fyndasta sem ég heyrst. Patrik Heimi sagði hann var að rósta herran Hetusmér og var að tala hana. Hann væri eins og Hollywood-stjarn í dag, hann mætti fullt af peningum og fallega konu og væri mósempik andlit og sagði svo, varst ekki bara eitthvað feitur krakk í neyslu. Þetta er bara eitt að fyndasta sem ég heyrst sko. Svo var bara þakkláttur fyrir að vera mjór og sætur sko. Það eina sem hann ánaði með þakkláttur í lífinu sko. Það er líka í þættinum sem er komin núna inn á Sýn Plus ég held að hafi engin keppandi í sögunni komið jafn mikið óvart og eitt keppandi kvöldsins og ég get bara sagt það hérna sem er í þættinum í kvöld og það er Gugga í Gummibót. Já, og spúin að segja mér. Já, hún er, fólk verður að kíkja hana þátt því að hún er ekkit eðlilega að fyndin hana. Já, hún er geggjuð. Já, tjekkja á því. Það styttist í, já sko Mækarinn er mættur og fá hann bara beint inn. Nei, ég hækka brísliðan. Ég sá hérna rétt honum allavega eitt bjór hérna og höfum þetta svolítið. Ég skal rétta Mækarinn bjór. King Mækar mættur hingað í stúdíóið því að það er eins og við erum búin að koma nokkur sem inn á alvöru landsleikur. Framöndan á Laugardalsvöll. Tonna matur, þú bara færðir. Ég bara var satt hérna rétt á það bara. Tapasinn er 25 ára og tapasbarinn og hérna alltaf gerast hérna. Akkurat þessi, verður velkomin Mike. Er hann 25 ára? Já. Gaman að sjá okkur. Sömuleiðis. Ég var að segja staðar. Ég bara helvið ofta helli með þarna. Já. Á tapas? Já. Kannski ég jafn ofta blöð en oft. En er þetta samt ekki mest í, svona öllu grunni slætti, er þetta ekki mest í stemningsstaðurinn í bænum? Það er bara staðfest. Já, hann er búin að halda allavega standard í 25 ár, það er nokkuð ljóst. En Mike, fyrsta spurning er alltaf bara hvernig ertu? Ég er bara helviti góður. Já, fíla. Lítur vel út. Já, takk fyrir það. Leið á völlin og hárið. Komið smá helvits hárið og allt þetta. Ég fíla hárið. Já, ég vil vera með þetta hár. Ætlum við að taka Tyrkland, Mike? Erst þú fann að hallast að því eftir að Eiður er komið með sitt ár og partí hans og fleiri? Hefur að skoða þetta eitthvað? Ég hefur nú ekki verið þar en ég var alveg til að skoða það. Ég meina, hver ekki? Hver í anskotanum ekki? Gilsi er nú búin að hveita mig til þessu sem og... Já, ég meina, þetta er ekkert mál í dag. Nei, þetta er samt svona vesen í kringum þetta sko. Að fara eitthvað og... Já, og svona passa sig í mánuða 6 vikur og svona vera að drepast í eitthvað daga og... Það var einhver að segja að mætti ekki drekki í kringum þetta. Ég sagði að það var alltaf tóm vitleysa því að þeir eru alltaf að vilja bara ekki að fólk detta á hausinn beint eftir aðgjör. Það eru 6 vikur. Það er alveg staðfest. En þetta er svona... Ég get alveg verið edrú í 6 vikur. Ég hef margótt prófað það sko. Já, þið getið fengið ykkur bara bjór upp á herbyggi þar sem þið eru ekki að detta á hausinn. Það er bara staðan. Varst ég datt í Rússlandi? Shit. Varst þetta því? Já, hörðu, það sem að upplifa. Þá var ég til dæmis hérna aðeins svo mikið í glasi. Ef ég myndi detta þannig með nýja hárið mitt, þá væri ég ekki góð. Nei. Það var að farið. Þá væri það farið og hausinn. Og skemmtist það með í Moskvu og ég meina auka trappa á það og bara púm sko. Ég held ég bara, ég þorði ekki að fara að sofa. Nei, en þú samt tókst þessu, það var ekkert alveg, beit ekkert á þig. Ég held áfram að drekka. Já, ég er að segja það. Takk hérlega. Hvernig byrjaði uppbytun í dag? Hvernig fækstu þið fyrsta bjór? Ég var bara að homarinn, ég kíkti þetta aðeins nýra á Nordica, ég var bara að koma á vinnunni og ég fekk mér eitt kaldan. Sko, nú ertu komin hérna sér sérfræðingur. Þú er nú fylgst með, já ég hef heyrt að nokkru sem við erum fáum okkur bjór saman að þú er fylgst með fótbolta bara síðan þú varst 5 ára. Já, cirka. Hvar seturðu, ég ætla að byrja að spyrja bara, hvar seturðu þetta landslið okkar núna? Svona miða við síðust ef að segja 30 ár sem að þú er fylgst alveg vel með. Ertu að breyta upp í 10 eða? Já, bara svona, er þetta landslið? Þetta landslið í dag, sko, auðvitað náttúrulega þetta bara, þessi strákar að byrja, þú veist, á svona á stóra sögum. Þetta er búið að vera helviti dapurt í 5 ár. Við erum búin að lélegir í 5 ár. Já. Og það bara gerist með Ísland held ég held að mun alltaf gerast. Þegar þú veist, þegar Steindi verður áttræður að nýraður að þá myndi sjá þetta nokkur sinnum að svona koma þessi tímabil að þið verum Ísland. En liði núna telja þessi ekki slakar heldur liði sem kom upp hann á 2012-13 sem að þeir svo EM 2016. Já. Það er ekki búið að ná inn á þessi stórmót eins og þeir gerðu. Þetta er ekki slakari leikmenn. Miðjumenni, sóknarmenni, þeir eru ekki slakari leikmenn
eða spila með slakari liðum heldur en þeir voru. En þú veist, það virðist vera líka bara einhver stemning yfir þessum hóp. Er ekki rétt? Já, út af þeir eru bara góðir. Þú veist með Albert, þú veist með Hákon, Ísak Bergmann, Orra, þú veist, þessi gæjar eru bara Gylfi, Aron, Jói Berg og Kolbett, skilur. Þú veist. Hvað finnst þér það hafði mikið verið rætt að hann heyrði ekki Jóa Berg, hefði þú sem landslistáluri, hefur þú heyrt í honum? Já, ég hefði heyrt í honum, ég hefði skammarnar fyrir þetta, en ég skil mjög vel að ekki valið hann. En ég hefði, já, mér varst bara mjög óeðlegt að skildi ekki heyri í honum. Vist líka óeðlegt að Gylfi eins og hann er búin að spila, þú veist, ég er kannski svo gæði sem er gaggriðt Gylfi og hvað mest, ég hef verið stærð einu sem þóriði, en málega það, hann er búin að spila virkilega vel núna og þú veist, bara sá fréttir á hann að Hákon Arnar var mögulega meiddur, heldur samt að verði með, en ef hann segjum að vera ekki með, þú veist, hann er alltaf að taka Gylfa í hópinn í þessum leikjum, að mínu mati með hvernig það er búin að spila. Gylfi getur ekki hlaup og þessu lungun þetta lögatsöllunum eftir og Hákon Arnar er meiddur 100%. En að heyri ekki Jóa Berg, þetta er svona Arnar er að reyna að vera svolítið bara á mótöllum hinum, það er svolítið þannig ef við gengið upp yngar til, en það líka skil úrslitum. En ég las eitthvað viðtal við hann á sagan að því að hann var ekki í hópnum á undan, hann heyri ekki mönnum tvis, var eitthvað, passar það ekki? Nei, hann sagði að hann myndi frekar heyri mönnum sem væru ekki í hóp sem voru í síðasta hóp. Já, ég segi það. Jói getur alltaf ringt í mig hvað Jói segði hann, ringið hann og spurði hann hvernig hann hafið það. Sætlarnar, Jói eða við ætlaðum bara að heyri í þér. Feskur. Þá held ég alveg að vera að meina að Jói myndi kannski ringja og spyrja af hverju ég er ekki hóp. Nei, það er ekki hans. Ég er sammála því. Já, það er ekki þannig. En ef við byrjum bara á leiknum sem að er núna eftir hvað, það er bara klukktími í leik. Hvað, ertu bjartsýnn fyrir leik? Já, ég er mjög bjartsýnn. Erum við að fara að vinna þetta? En svo er það þannig að, þú veist svo sagði sjálfum, maður er búin að fylgjast með þessu frá 1980 sko. Fótbolta og handbolta og alltaf að maður er bjartsýnn þá drulluðu við sko. Já, við rættum þetta alveg fyrst ingómi hérna. Alltaf þegar komin svona einhver meðbyr með liðinu og þá eitthvað með. Já, mér finnst alltaf þannig að við megum ekki eiga of góðan fyrri hálfleik. Því að þá finnst mér alltaf allt farið rugl í sig. Við erum alltaf bara búin að vera með ömulega hálfleika í 5 ár sko. Já, sem er alltaf einn og einn, aldrei tók góða. Við viljum hafa góðan seinni þá frekar það ekki. Það skiptir einhver mánuði, bara að vinna leik. Þú veist þetta eru 90 mínútur stendi, þetta ekki það að þú mór spönn. En ég reyndar hefur verið mikil talsmaður fyrir að minka þetta í 60 mínútur leikinn. Og stýkta völlin og stækka mörkin, bara mesti viðbjöðu sem ég heyrst. Nei, ég byrju nú það talar átt eins og setna 13. Nú var ég til að fá að heyra hans hvað Mike finnst þetta, að því að hann er sérfræðingur þetta. Ok, það sem ég er búin að segja er, í staðin fyrir að eyðileggja lappirnar á öllum 30, ef þú minkar völlin aðeins og þá ertu að fá fleiri mörk og minka tíman sig, minka völlin kannski 10 metra eða eitthvað og minka tíman í klukkutíma sem ég finnst nú að vera hellingstími. Það er bara handboltaleikur. Já, ég get ekki hlusta á þetta steindi. Tölum eitthvað alveg. Þetta er bara, ég fæ bara svona óþægindi tilfinningu að byrja á þessu ráðinu. Þetta er náttúrulega bara mest að þvæla sem ég út af meiðslum. Bara ég fyrir vond skap að minka tíman er náttúrulega bara mest að þvæla sem ég heist. Og fær fleiri mörk samt og minka völlin við 5 metra. Þú veist, það er ekki drepa neina en maður finnur það bara því sem maður spila fótbolta, ég spila á Laugardalsvellinum og svo maður spila á þú veist, Tungubökkum, skilurðu alvöru völlur alvöru völlur og það var bara strikaðar einhvern veginn þannig að það var stundu kannski 10 metri minn og maður finnur alveg fyrir menni svo mig sem að nefndi ekkit alltaf kannski að vera í rosalegu formi sko, þá spilaði ég betur á Tungubökkum heldur en kannski á Laugardalsvellinum, skilurðu því að var aðeins minni völlur það var aðeins þægilega og svo stemningin þannig að minni vellir henduðu Mike betur já, minni vellir henduðu Mike betur það er bara þannig og en þannig að ég held að leikmenn hvað heldur að leikmenn hætti eitthvað mikið setna Lís, hættum að tala um þetta en einmitt kannski skera ef einhver er bara 60 mítur næsta spurning fer Ísland á HM 2026 heldur það verður helvið erfitt hvað myndir að gefa í líkum? Ég gefi 25% líkur það er bara fína líkur já, ég held við vinnum en leiku eftir og þá eru að fara í dumspil og svo náttúrulega verður bara dreigið eitthvað í það hvernig sem það er bara heppnum umspil það er satt 4 lið saman í potti við varum að segja í þættinu mínum í morgun að þú veist, þjóðveri geta verið umspil og við getum dreigist á móti þjóðverum útivelli bara 1 leikur, þú veist, þá erum við ekki að fara á HM sko. Já, er þetta ekki alltaf 2 leikir eins og það var það? Nei, þetta hefur alltaf bara verið 1 leikur bara undanúrslit 1 leikur
munið við tókum Rúmenna hérna á sínum tíma, fórum svo töpum fyrir Ungverjum. Alveg. Það ekki einu skipt sem við farið í þannig umspil. Já, ég man, við vorum umspilum við Króatíu. Þá var þetta heima. Það þurfið smá heppni. En nú er þetta bara 1 leikur undanúrslit, pottur 4 lið og svo bara liðin sem vinna spilúrslitaleikin. Okay. Við þurfum bæði heimaleikina. Ég veit ekki hvort þetta er dreigið eða styrkleikara upp á heimaleikina. Við þurfum að heimaleiki, bæði undanúrslit og móslitum. Og ekki Þjóðverja. Ekki Þjóðverja. En bestu liðin er að fara. Þú veist, Spánverjar, Portugalir, Króatar, Englendingar, Holland. Þessi lið er að koma spengt. Það er allar líkur af því að þau séu öll að fara. En Þjóðverjar er ekki öryggir og Ítalir verða til dæmis í þessu umspili og svo er þetta bara þessi lið, þú veist, Serbía, kannski Danmörk eða Svíþjóð og svona lið, Sviss og eitthvað, þetta er ekkert gefið sko. Nei, það er séns og ég meina, eins og spilum átti Frökkum, ég átti náttúrulega bara að gera jafntefli í þeim leik að Arnar er kókraustur en þið veitir hvernig þetta er að hann er kókraustur núna en þetta er fótbolti sko, þetta er mjög fljótt að breytast sko. Já, það getur allir við brjálaði bara í kvöld. En svo er það sko, ef þess að 21% líkur detta, hvað eru þá líkurnar að við segjum að fara þarna? Við félag? Við félag? Það eru ekki 21%, það eru 100%. Það er ekki bandaríkjónum sko. Leiki Miami, we're going. Við tökum ekki Blasur okkar með, við erum ekki komið til bandaríkjana. Nei, því miður. Nei, en þú veist að fyrsta sem ég vil gera. En það hefur hann ekki tangað að gera, við förum bara hérna. Það fyrsta sem ég vil gera, ég mun googla torg og ég mun setjast þar með þér. Já. Og bara hlusta. Og þetta er aðeins, ég er búin að vinna smá undirbúrsun í þessu og þetta er aðeins hérna, þetta er ekki alveg eins og Rússland eða bara hreinlega Frakkland, við vorum þar. Það er, Trump reynir að hafa riðlana svolítið nálægt hverjum öðrum, kannski eitthvað auðvöld í Bandaríkjunum, en það eru riðlar sem eru 2-3 leikir bara sama vellinu sko. Já, ok. Svo þú veist, það er ekkert eitthvað einn á vesturströndinu og svo annar á austurströndinu sko. Trumparinn er ekki og það getur vel verið til og með steinditækið símtalið í kallin, hann er helviti léttur núna. Svo er það bara, hann myndi bara hendi svo öll í sömur. Vonandi komast það er ekkert skemmtilega en alltaf landslið og stórmóti. Það er ekki eðvið sko. Við erum bara líka með gott lið. Ég get ekki sleppt King Mike úr stúdíun á þess að spyrja þig því að beint á móti með sitja 2 menn sem er í neðstu 2 sætunum í bestu deildinni. Það er Afturelding og KR. Hvaða lið eru að fara að falla núna, Mike? Í bestildinni. Nú þurfum við náttúrulega að fara svolítið vallega í þessu umræðu. Nei, bara hvað heldur hann? Já. Hann heldur með að svara því. Ég ætla ekki að hafa áhrif á neitt þetta. Ég held að Vestri falli. Ok. Ég held að Steindi bara vinni Vestra í næsta leik. Það er náttúrulega algjör úrslitaleikur. Liðið sem tapar þeim leikfellum. Já, heimaleikur í Mosó. Í Mosó, þú verður þar og þið verður allir þar og ég held að KR vinni í BF. Já. Því að við fengum þessar 2 vikur þá er KR Vestri bara úrslitaleikur. Ég held að Vestri og Afturelding fari niður. Ok, sko málið er það sem er gott við stöðuna eins og hún er núna er að við þurfum ekki að stóla á nein önnur úrslit. Ef við vinnum bara Vestra og IA þá erum við bara uppi. Já, þetta er ykkar sem er þægilegt og það er þannig að ef að sem sagt IA þetta snýst svolítið það Ég verða sattir, þeir eru síkó bara. Þeir eru ekki með síkó núna sko, eða kannski með síkó en þeir þurfa að passa sig að þeir sem sagt ef að IA næri jafntefli við Káa í næsta leik, það er á Akureyri og ef þeir ná jafntefli þá er þeir safe. Þá er síkó. Já, þá er síkó og meira með því og jafnvel eitthvað sterkari síkó og þá er Afturelding að fara þangað í síðasta leik og þá getur Skæin bara hennilega fellt KR með því að tapa fyrir Afturelding. Eina Skæin náttúrulega en Skæin vinnur ekki KR þá þurfa þær alltaf stíið á móti Afturelding. Við erum bara svo brendir eftir Skagan þeir náttúrulega við töpum lengjudeildin á sínum tíma út af þeim sko. Eina sem ég beðu við þurfum úrslitaleik í síðustu umferð. Það verður alltaf Vestri, KR er alltaf úrslitaleikur. Það verður leikur og ef að IA tapar þá geta það úrslitaleikur líka. Það verður gaman og þetta verður en það er alltaf líkur á að KR sé að fara að falla með hvernig spila og ég tek bara því þegar það er kemur en það verður ekki gaman fyrir Östurbæinn þegar Mike mæti það. Þetta er bara ótrúlegt sko. Þessum orðum hverju við kongin King Mike ég ætla að fara á völlin. Kottum með tölur, hvernig fyrir leikurinn? 2-0 fyrir Ísland. 2-0 fyrir Ísland, myndu þykja það við sköldum auglýsingar og svo er Steindi Junior með lið fyrir okkur. Takk fyrir okkur Mike. FM 957. Það held ég Holy Grail. Þökkum King Mike kjalla fyrir komina. Og menn eru bara nokkuð
jákvæður. Já, sko, ég 2-0 dýrka Mike, hann nú ekki alltaf jákvæður. Hann jákvæður núna, þannig að þá hljótu að vinna þetta eftir sveimi þá. Já, hann tók 2-0, sagðan. Við gleymd að spyrja hann hérna hverju skora. Það er Albert myndi skora, það sagði hann. alltaf stemning, það er tóðfullur völlur, fólk það er allir sem ég þekki, ef þau ekki á vellinu þá það að grilla og að vera að fá sér og svona, þannig að það komur alveg stemning. Þetta eins og við sögum í byrjun þáttar, það er eitthvað svona, það er eitthvað brewing á Íslandi. Ég sveimi þá mikið ofbóðslega vonið vinnum minn að leika eftir en Steindi, þú átt síðasta liði dagsins. Já, heyrðu, og það er hvað, hvort myndur cash? Hvort myndur Amazing twist. Já, hann ætlaði eitthvað að blanda þessu saman. Hvort myndur cash? Hvort myndur cash, þetta er hybrid af hvort myndur frekar og myndur fyrir cash. Sko, málið það, erum við að fara að spila trailerin eða? Já, það var ekki Ég finn hann helviti langt síðan hann fór Ég trú ekki í loftið. að dagskostjóri plötvelin sé búin að dílíta. Nei, það var ekki plotvelin sko. Nei. Það er bara einhver eitt trailer, ég veit ekki hvað trailer þetta er. Það er ekki cash. Hvað veistla er það? Sjá. Ég held maður að það er búið að eyða svolítið. Þetta var Sóla Hólm trailerin. Það er ekki nóg gott að vera með eyða. Þetta er hann. Nei, Jú. nei, þetta Þetta er myndur fyrir cash. Nei. Jú. Hækka þetta. Þetta er hann. Þessi góður eyðast. Nei, þetta er I'm gonna need an answer. Þetta spurði ekki. Þetta er spurning hérna. Af hverju spilum við þennan ekki alltaf verið í kettinu? Því hann 2 mínútur. Need an answer right now. Strákar, erum við ekki alveg sleeping á trailer af vakti? Jú. Já, það er helviti Einu sem langt voru síðan með traileran fyrir nástu alla liði. Já. Það búið eða líka það. Egil, ég vil trailer hjá þér. Ég vil nýjan trailer. Thank you. Munið að gera trailer Sóla og skiltið og hann að gera trailer allan fjandan sko. Þetta var eitthvað, please, verðu hornis. Já, það var gott veður. The nation needs you. Herru, hvað ertu með? Hvort myndur cash hybrid? Hvort myndur fyrir cash hybrid? Ok. Og þetta er tengt fótboltanum að því að það nú leikur á eftir og eitt sá mikilvægasti. Fyrir 200 milljónir myndu þið hætta að horfa á fótbolta eða skíti ykkur einu sinni random í mánuði, á random tíma. Já, þetta er myndur fyrir cash og kortmyndur. Þetta er blandað. Skýta einu sinni í sig. Þannig að þú basically, nú er ég að segja, fyrir 200 milljónir, við erum að tala um skjalatösku með peningum, hætta að horfa á fótbolta. Þannig að þú veist, það er bara game over. Eða að skíta í ykkur einu sinni í mánuði á random, þú veist, þú getur því eftir aðeina, þá er þetta 200 miljónir. Þetta getur verið þessin í svefni eða bara út að borða eða eitthvað, bara alveg random. Það er litið gaman að setja á 3 lókos á afmælinu sinni og skíti í sig. Ég bara get ekki staðið. Þetta er bleiðu svo stindi sko. Ætlar að hætta að horfa á fótbolta? Ég er það að gera það. En samt sko, ég er hugsað sko einu sinni í mánuði, 12 sinni í mánuði. En þú veist, þú gæti samt verið bara heima upp í sófa og bara, nei, ég var að pröpa blöytu núna maður og skipti og skeinir og heldur áfram að horfa. Sko, ég er kylfingur í dag. Það er nýja áhugamálið. Það er þetta rosalega að kalla sig kylfingur. Sko, hann þurfti að fara af vellinum að því hann er svo lélugu kylfingur. Það er reyndar, jú, það er hann týndi 12 boltum á fyrstu 3 hólum. Ég er hreinskilinn kylfingur. Hvað kom fyrir orða að fóra? Kylfingur, brussa, bara eins og sem að ég þætti með ömmu minni. Hörðu, ég þegar rætir var daginn, ég hugsaði með að horfa á þetta bara, er þetta besta TV in the history of goddamn TV? Og einu sem hugsaði líka, okkur er ekki byrjaði fyrir löngu í gólfi, ég get eðlilega pyrrað á þetta sjálf mig, blöð, ekki satt mér að drullast þess að byrja fyrir. Ég er búin að segja þetta í svona 10 ár. Ok, allavega, og ég veist, það er komið inn og United þeir sjúa og ég meina sko, þeir getur sógstartað Harley, þeir eru það lélegir núna sko. Og sko, þannig að ég er svona veltað fyrir mig, ég er ekkert að, og íslenski boltinn er komin í, þetta er aldrei aftur bolti. Alveg að hætta. Bestadeildin er reynda búin að delivera big time. Já, ég veit að mínir menn eru að hægja sem aðeins það sko. Að við erum einu sinni mánuði, þá verður ég bara að taka. Þetta er eilíf, það er eina. Ef þú væri sanngjarn með kannski einhvern 5, 6, 10 ára glugga eða eitthvað, þetta er eilífu. Já, sko, ég hugsaði þetta þannig að því að ég veit að fótbolti er mjög kær fyrir ykkur, þannig að þetta þarf að vera challenge. Já, þetta er bara sama hvað það væri, þetta er ekki eins og upp. Það ætla að skýta á því bara hér og þar? Nei, ég ætla að taka þess að 200 miljónur og hætta orða fótbolta. Alveg bara? Hætta orða fótbolta. Þú elskar að horfa United og fóða þér að beer og... Já, ég elska ekkert að horfa United þessa dagana. En svo sagðir mig líka að fótboltin er stundum að skemma fyrir þér helgarnar. Það hefur gert það. Ok, komum þess að 200, ég ætla bara að ferja í gólfið og svo horfa ég á pílu og keilu og eitthvað. Það er ekki? Já, þú ert alltaf komið með fullt af öðru dóti. Ég gaman að handbolta og körfubolta, já, gaman að svöld. Mér líst vel á okkur fyrir Tindastóll maður. Þú mætti fara á. Hvað gerir raskatur á Tindastóllmönnum nú? f95blöð.is á rassinum á Tindastóll. Við hefum ekki til að tala um þetta maður. Akkur ekki mynd af steinda þar, þannig að það er eðlulega huggulega með yfirvarskeggi eitthvað, f95blöð.is raskat, andlita þið fyrir neðan að við geða þetta. Ég reyndi að fá andlitun okkar, það fyrir ítli þvott.
Við nennum ekki að vera búin að skrapast Ég held ég hef aldrei séð íþróttatreyju með andlitinu á einhverjum á. Nei. Þannig að ég held að það sé bara fínt að hafa vefsíðuna. Ég var sammála, ég var blöð hana. En til þess að fara, ef þú ferð inn á vefsíðuna, það er náttúrulega Það er blöðkastið. Já, þannig við erum auglýsa bæði efni í blöð og blöðkastið á rassinum hann. Það er hárrétt, eru drengir, fyrir 1 miljard. Það er eiginlega bara ég er klár sko. Takk ég þetta inn. Þetta er 1 miljardur. Til í það? Já, ég eiginlega bara game. Þurfum við aldrei að gera neitt aftur? Nei. Ég til það. Myndu sleikja píkun og rottu í klukkutíma? Eru það? Í klukkutíma? Nú spyr ég eins og fík. Var það okkur? Nei, nú, ég fyrir utan það. Vara fólk við að, kannski mögulega stilla yfir á bylgjuna, ég veit það ekki. En nú spyr ég. Ég lofa því að Kristoffer Helga er ekki að tala um að sleikja píkun og rottu hinum með. Það er eiginlega 100%. Miklu verri umræða það. Bylgjulestin, hætti í gangi þar. Nú er ég bara það heimskur að ég verða að spyrja. Eru sem sagt rottu með tipp og píku? Það veit ég ekki. Það er vantalega kvenkins rottur, vantalega ekki með titlinga eða þannig. Nú er gott að myndir þeim sem skaut enna með skambusum daginn, hann veit þetta. Ég bara vissi ekki að þetta væri í gangi. Steinasmári? Já, við þurfum að fá hann aftur í vita. Þessir eiginlega, þetta er svona, þess að þetta verið í Kabal-versjónu. Já, ég held að þetta er bara að fara að kveðja. Hvað það blöð að sleikja píkuna lengi á svo rottu þarna? Plís, hætta að tala um klukkutíma eða reka við í... Klukkutíma? Stanslust eða reka við í hverju skrefi næstu 5 ár. Þetta er miljardur. Ég tek hann. Þú færði alltaf miljard. Ég tek bara eins og, þetta er bara gamli góði svínasúpusketsin. Ég myndi reyna að finna mest sexy rottuna og ná í miljard. Í staðin fyrir að reka við hverju skrefi í 5 ár. Já. Sko, er það svo slæmt það? Já. En sko, er þetta svona, þetta stemning svona viðrekstur svo Dóri D.N.A. með sem heyrist, er þetta lekur, þetta bara heyrist í rauninni ekki? Stemnings. Herru, það er ekki hægt sko. Egil, þetta er léttasta sem ég bara lendi í þetta. Þú færði miljard fyrir hitt. Já, en ef þetta væri, þú veist, ef þú væri að prumpa en engin annar myndi fatta. Já, en þú færði ekki eins og krónu fyrir það. Nei. Í staðin fyrir að taka hitt í klukkutíma og fá miljard. Þetta er bara léttasta sem ég heyr. Langu klukkutíma. Þetta er svakalegu klukkutíma. Já, en svo svo bara á ég miljard. Já, það er alveg rétt, já. Þetta er ógíslegt. Þetta er gott tímakaup fyrir blöð, sko. Finnst þér þetta ekki ógíslegt? Nei, minnst þetta sexy, hvað heldur þú halvvitiðin? Þetta er bara svo barnalega spurningar, ég reyna að klára þáttin þetta. Hvað er með næstu? 3 miljardar. Wow. Þetta er eiginlega bara, já. Þetta er hæsta tala sem hefur komið í þættinum. 3 miljardar. Þetta kemur eitthvað, þetta ef að rottan kom á hann, hvað kemur núna þá? Og þú deyrð eftir 6 ár. Aldrei, það átt ekki hitt. Deyrð eftir 6 ár, þetta var alveg helvið dark. Það er eftir að darka rottan. Þetta erum við ekki gýr. Þú deyrð eftir 12 ár. Já, samt að vita það. Og fær 3 miljardar og veist bara því. Getur það gaman. Alveg sama hvað er hinum en ég teka. Getur það gaman í þessi 12? Þetta eru bestu 12 ár sem bara einhver hefur átt. Getur ekki skemmt vitandi og setja bara degja. Eða sleikja rottuna í 7 tíma. Sleikja rottuna í 7 tíma í staðan fyrir að degja eftir 12 ár frá börnunum. Hvortu rottur aftur inn? Já, ætli þið bara að degja frá börnunum eitthvað? Hvað ætlar þið bara taka 7 tíma sessjón á rottunni? Eina sem er að sleikja rottuna og svo kerir á staur eitt í viku sko. Það er heimdýllið miklu betri. Það er það sem ég hugsaði nefnilega. Þú veist aldrei hvernig tíminn kemur. Nei, það er helviti þægilegt að vita það ekki. Herðu með þessum þetta var rosalega. Var þetta barnalegt? Nei, svona í barnalegri kantinum. Það var ógislegt. Spurjum Kristoffer Helga á kaffestúðunum og leiðin út hvað hann myndi velja. Nákvæmlega, spáðið þú væri bara að spyrja þetta bara, þú væri að spyrja þessa spurninga bara í einhverju venjulegu fyrirtæki segjum þú væri bara, sýsti mín, hún er að vinna hjá Arion myndi bara mæta í kaffitíman herðu, myndi sleikja píkun og rottu hérna, þenni miljard það myndi degi eftir 12 ár fólk myndi bara reka þig þú ert að fá greitt fyrir þess að þvæluðum herðu, ég góða helgi áfram Ísland allir á það þarf ekki eins og að segja allir á Laugardalsvöllin það er uppselt, við heyrumst á þriðjudaginn í blöðkastunum og við erum í mynd, annars heyrumst við bara eftir viku takk fyrir okkur Topp tónlistarstöðin FM 957